Það allt til reiðu í tæknimálum. Fundurinn tekin upp og útsending komin í gang. Takk fyrir það. Það voru okkur ekkert að vanbúnaði. Hefja fund. Ég býð ykkur velkomin til fundar. 27. fundur sveitarstjórnar Rangárþings ytra settur. Áður en göngum til formlegrar dagskrár gefi ég sveitarstjóra orðið til að fara yfir atriði og rekstri sveitarfélagsins. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, Oddviti. Það nú, má segja að sé líf og fjör í rekstri sveitarfélagsins, eins og ævinlega bara. Það mörg horn að líta og margt að gerast, en auðvitað þetta skrýtnir tímar. Þannig að við höfum þurft að auðvitað, eins og allir bara, að koma okkur upp að annarri rútínu og vinna með hlutina aðeins öðruvísi. Það kannski það sem að snýra starfið sveitarstjórans þetta stóra breyting í svo að maður bara fundar bara í tölvunni og í Zoomi, þannig að maður bara zoomandi daginn út og daginn inn. Og ég sé hérna í dagbókinu minni, bara til gamans að frá síðasta sveitarstjórnarfundi ég búinn að sitja 97 Zoom-fundi. Þannig að dagarnir eru bara í þessu, en þetta gengur ótrúlega vel og ég held reyndar að þessi fundar heldur meira heldur en áður vegna þess að það svo auðvelt að funda, það svo auðvelt að kalla saman fólk og þannig að það nú stóri kosturinn við þetta, þó að þetta sé bras. Það sem kannski í grunninn, við langar að segja frá, þetta bara það sem að þarf alltaf að vera að bregðast við, að í sambandi við bara COVID-ástandið, þá þetta fundað mikið og reynt að samræma sig í varðandi ýmis mál í því og það svo sem gengur ágætlega. Við erum svona bækur okkar hittum lögreglustjórann í hverja einustu viku á Zoomi með öðrum sveitarstjórum hérna á Suðurlandi og síðan almanna- og varnarnefndin okkar sem að funda vikulega líka núna. Fundaði þetta daglega í síðastliðnu vor en það nú nóg að gera þetta vikulega núna því að það allir svo þjálfaðir í þessu. Nú stofnanirnar okkar hafa núna eftir að samkomubannið var þrengt eða þessar reglur voru gerðar stífari núna aftur þá hafa stofnanir okkar aðlaga sig því og það svo sem gengið bara ótrúlega vel og ég vil bara nota tækifærið og færa starfsfólk sveitarfélagsins bestu þakkir og þetta íbúum öllum því að þetta snertir nú snertir alltaf hvert einasta heimili og í gegnum skólana snertir þetta nánast öll heimili líka. Og fólk hefur tekið þessu vel og allir einhvern veginn samtaki í því að láta þetta ganga. Þannig að ég finnst það alveg ótrúlegt og mjög þakkarvert hvað allir taka þessu vel og varla nokkuð hægt að segja sem að hefur farið úrskeiðis í þessu. Þetta hefur bara gengið allt saman. Nú síðustu vikur fyrir utan COVID-ið að þá hafa síðustu vikur snúist fjárhagsáætlanir. Við erum auðvitað sveitarfélagið okkar eins og önnur sveitarfélög stöndum frammi fyrir breytingum í sambandi við fjárhag. Það er tekjur, þetta hefur áhrif á tekjur okkar, þetta ástand og þannig við þetta bregðast við því og undirbúa það en það er svo sem gengur ágætlega líka, það er allir samtaki í því að láta það gangur. Við höfum þá trú að þetta sé ástand sem er tímabundið og við þurfum að komast í gegnum en síðan munir þetta aftur færast í eðlilegt horf, vonandi bara strax á næsta ári. En við höfum verið að funda mikið í byggðarsamlögunum sem við erum þáttakendur í og undirbúa þar fjárhagsáætlanir og ýmislegt sem að það var að gera fyrir nýtt ár og þetta eru mörg byggðarsamlög sem við erum að sjá hér hjá okkar sveitarfélagi í Rangárþingi ytra. Við erum með þjónustusamninga við allnokkur byggðarsamlög þannig að það er heilmiklar annir í kringum það á skrifstofan okkar. Það er tónlistarskólinn
og það sorpstöðin og síðan þetta byggðasamlagið Oddi og húsakynni og vatnsveitan og eitthvað fleira. Ég held að við séum með eina 10 kennitölur á skrifstofunni sem við erum að gera fjárhagsáætlanir fyrir. Nú síðan annað sem að hefur verið áberandi líka, það í starfinu, svona sem að tengist samvinnu við önnur sveitarfélög og það hefur verið fjármála ráðstefna sem við höfum verið vön að taka öll þátt í sveitarstjórnin og hverju hausti, en hún var haldin með öðrum brag núna. Við haldin svona, hvað ég var að segja, fundir á föstudögum yfir Zoom, þar sem að við höfum getað fylgst með ýmsu og tekið þátt í alls konar fróðlegum erindum og tekið á móti upplýsingum varðandi fjárhag sveitarfélaga. Og nú síðan voru við með SAS-þingið Sunnlendingar núna fyrir nokkrum dögum síðan. Það var líka á Zoom og tókst bara ágætlega. Faghópur okkar þróun skólasvæðis hefur verið að funda og eru áætlaðir frekari fundi í því. Þannig að við erum að mjakast áfram með það verkefni okkar og við höfum hvergi kvikað í því að reyna að halda okkar áætlun í því. Við héldum auðvitað íbúafund, rafrænan eins og við munum, sem heppnaðist ótrúlega vel og ég held að sé eitt fyrsta dæmi rafrænan íbúafund á Íslandi. Ég ætla samt ekki að fullyrða það, það getur vel verið að hafa verið haldið áður annars staðar en ég hafði ekki heyrt það og þetta gekk ágætlega hjá okkur. Og síðan hefur þetta verkefni sveitarfélagið Suðurland sem við tökum auðvitað þátt í, það hefur verið áberandi núna síðustu vikur og þar voru íbúafundir sömuleiðis í þessum 5 sveitarfélögum og við tókum þátt í því, allt nokkur hérna frá okkar sveitarfélagi og erum áfram að vinna í því máli. Það sem að mætti kannski bæta við í þessu að þessi verkefni svona ársins í sambandi við framkvæmdir að það er nú flest svona áætlun hjá okkur. Við erum að vinna núna í að klára styrkvegaverkefni sem er lagfæring á vegi niður svokallaða Ástarbraut sem er svona, má segja, ferðamannavegur eða veiðivegur og við ætlum að klára það núna fyrir áður en vetur brestur á fullum þunga. Og síðan hefur verið unnið að lagfæringum á götum hérna á Hellu og nú vatnsveituverkefnið, það stóra verkefni hefur gengið ágætlega og er á áætlun líka. Og þetta kemur þetta meira og meira fram í þessu fundagerðum sem að liggja fyrir þessu fundi en það er samt gaman að minnast á það. Og þannig að það er í sjálfu sér bara gott að frétta af rekstri sveitarfélagsins og það er engin bilbugur í okkur að takast á við þessa tíma sem eru skrýtnir og svolítið erfiðir og ætlum okkur að komast út úr því með sóma. Takk fyrir mig. Fyrir sveitarstjóri. Og þá gangum við til hefðbundna dagskrár. Þetta er mann. Já, takk fyrir. Það var gott að fá yfirleitt frá sveitarstjóra en við hjá álistanum við óskoðum líka eftir hvort að oddviti myndi geta gert grein fyrir störfum sínum milli funda líka núna. Það hefur oft tíðkast og væri bara áhugavert að vita svona hvað er verið að starfa, hvort það sé eitthvað meira. Takk. Jú, það er oddviti tekur auðvitað þátt í mörgu af því sem að sveitarstjóri kom inn á. Það getur komið greina gott yfirleitt bara fyrir næsta fund. Þetta eru settið upp á skjáin, Ágúst.
Liður 1, byggðarárangur Ytra, fundur 29. Þar vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerð að öðru leyti staðfest. Tekin út liður 1.2, fjárhagsáætlun 2020, viðauki 4. Það niðurstaða byggðaráðs. Lögð fram tillaga að viðauka 4 við fjárhagsáætlun 2020. Viðaukinn gerir ráð fyrir tekjulækkun og kostnaðarauka sem hefur áhrif til lækkunar á rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 171.619.000, 171.619.000. Viðaukanum mætt með lækkun fjárfestingar í B-hluta að fjárhæð 12,6 milljónir króna, aukinni lántöku að fjárhæð 130 milljónir króna og lækkun á handbæru fé. Viðaukinn borinn undir atkvæði og samþykktur með 2 atkvæðum. Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson, 1 situr hjá, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir. Það bókun, undirrituð situr hjá þar sem ekki lágu fyrir fundi umbeðið gögn sem skýra framúrkeyrslu launakostnaðar í þjónustumiðstöð og samantekt á kostnaði við fjölgun sumarstarfa vegna COVID-19. Lagt á fram á fundinum minnisblað sumarvinnu og vinnuskóla en æskilegt væri að það minnisblað hefði fylgt fundarboði. Óskar undirritað eftir að þessi gögn verði lögð fram á næsta reglulega fundi sveitarstjórnar og Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, fulltrúi álista í byggðaráði Rangárþings Ytra. Fyrir þessum fundi liggur tillaga að viðauka 4 við fjárhagsáætlun 2020 ásamt minnisblaði sumarvinnu og vinnuskóla. Viðaukinn borin hér upp og jafnframt Ágústi Sigurðssyni sveitarstjóra, kennitala 321064 4879, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Rangárþings Ytra að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga og undirrita. Þetta flettir svo aðeins upp, Ágúst. Undirrita lánssamning samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Þar með talið beiðni útborgun láns, orðiðlaust þessa tillögu. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Við fengum þarna aðeins ítarlegri gögn sem skýrir framúrkeyrslu þjónustumiðstöðvar í launakostnaði og eins og ég skil það þá hérna framúrkeyrslan, hún hlýtur þá náttúrulega að koma í því að útseldi vinna þjónustumiðstöðvar meiri en gert var ráð fyrir. Þannig að einhvern veginn hlýtur þetta velta inn í ársreikning sveitarfélagsins. Ég vonast til ef að svona staða kemur aftur upp, þá vonast ég til að maður verði látin vita, að kjörnir fulltrúar verði látin vita fyrirfram eða að það verði veitt heimild til svona aukinar umsýslu. Því að það svolítið erfitt að sjá þetta bara, þá þetta samantekið á hausti, þjónustumiðstöðin þegar byggðaráð skoðar hana þá oft margt óljóstar og á eftir að færa miklu deild á þess aftar, en ég vonast bara til að þetta verði skárra á næsta ári og verði þá svona meira fært í rauntíma. Því að það óþægilegt að hafa ekki nægilega yfirsýn yfir þetta. En takk fyrir í bili. Takk, Steindór. Já, ég ætlaði bara að taka undir þetta og svona kannski hægt að varpa þið fram með hvort ekki sé hægt að það átti að vera með þarna verkbókhaldinu átti að verða svona betra tæki til að stýra svona eftirlitinu, má segja nánast frá degi til dags eða svona hægt að fá miklu meiri uppfærslu með því hvort að verkbókhaldi sé ekki komið alveg í fulla notkun og hvort það sé ekki að virka því að þetta kemur svona, eins og Margrét segir, svolítið seint þó þetta hafi þetta sé útskipta hluta, þá þetta kannski ekki alveg fullskýrt þessi 24 milljónir sem fara svona framvegir. Í rauninni var þetta búið fyrir bara eftir október. Það var bara komið upp í miðað við áætlun 2020, þannig að það svona þetta ætti að vera hægt að sjá þetta, myndi maður halda með þessum tækjum sem við höfum mun fyrr, en kannski getur bara einhver svara því. En allan að hvetja þið til þess að nota þetta verkbókhald eins og það var lagt upp með, að það átti að gefa mjög glögga mynd
af stöðinni hverju sinni. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, þetta ég held að þetta sé nú ágætlega skýrt út í þessar minnisblaði sem var lagt fyrir þarna á Byggðarráðsfundinum og síðan þá með aukið við það, komið með frekari skýringar og svo minni ég á það á Byggðarráðsfundum að þá náttúrulega bara einhverjum einasta mánuði farið yfir þetta. Þannig að það á nú ekki koma neinum óvart. Þetta stóri hlutin af þessu tengdur þessar auknu starfsemi sem við samþykktum að fara í til að bregðast við COVID og auka vinnu og yfir sumarið. Ég meina það var stóra málið í þessu. En verkbókhald er í notkun og notað í þjónustumiðstöð og gengur bara ágætlega. Það er ekkert eitthvað flókið verkbókhald, en það er svo sannarlega verkbókhald og fært samviskusamlega og yfirfarið hver einstu mánaðamót. Þannig að ég held að þetta liggi nú allt fyrir, hvers vegna, hvað er þarna að fara inn í. Takk. Takk fyrir það. Þeir eru ekki hvort sem hljóðs. Þeir sem getur samþykkt þessi tillögu að gefa merki. Yngvi, ert þú samþykkur eða? Já, ok. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 1.3, fjárhagsáætlun 2021-2024. Niðurstaða byggðarráðs farið yfir ýmis atriði vegna fjárhagsáætlun 2021. Ákveðið að leggja til við sveitarstjórn að útsvarshlutfall fyrir árið 2021 hjá sveitarfélaginu Rangárþingi ytra verði 14,52%. Sveitarstjóra falið að taka saman minnisblað umræðum undir þessum lið og láta fylgja fundargerðinni til sveitarstjórnar, samþykkt samhljóða. Það minnisblað liggur hér með fundargögnum og þetta er lagt hér fram til kynningar. Liður 1.6, erindi akstur barna í dreifbýli í tómstundastarf, niðurstaða byggðarráðs. Lagt fram erindi frá foreldrafélagi Grunnskólans á Hellu varðandi akstur barna í dreifbýli í tómstundastarf. Sveitarstjóra falið að taka saman minnisblað málið með kostnaðarútreikningi og mögulegri útfærslu og leggja fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Afgreiðslu frestað, samþykkt samhljóða. Hér er lagðar fram upplýsingar kostnað við aukafærð skólabíla, tillaga að vísa málum til frekari umræðu við gerð fjárhagsáætlunar. Orðið er laust tillöguna. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Það kemur alltaf oft inn á okkar borð og bara alltaf gott að skoða þetta. Og ég styð það alveg að við getum skoðað þetta í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar, en ég held jafnframt að við ættum að taka þetta erindi fyrir aftur þá á desemberfundi okkar og afgreiða það, því að það er eiginlega nauðsynlegt að fá afgreiðslu á málinu, að þau fái skýr svör, ekki bara að þetta verði annaðhvort tekið tillit til þess eða þessu verði hafnað í fjárhagsáætlun, heldur við þurfum að afgreiða þetta. Þannig að spurning hvort við ættum að setja þarna inn, að bæta við að erindinu fresta og tekið fyrir á næsta reglulega fundi sveitarstjórnar. Takk. Takk fyrir það. Steindór. Já, ég ætlaði bara að segja, það sem það snýst úr skólabíla og skólabílstjóra, þá ætlaði ég að fá að setja hjá og ég kannski þurfum ekki endur að víkja fundi, en ég ætlaði ekki að taka þátt í afgreiðslunni sem slíkri, þannig að ég veit ekki hvort að það myndi snerta mig, en það sem verður að ræða skólabílstjóra, þá ætla ég bara ekki að tjá mig í þessar umræðu og setja hjá. Allt í fína. Takk, Ágúst. Já, og mér finnst þetta bara góð tillaga og ég held að það hefur reynda verið hugsunin með þessu, að við myndum taka bara allar þessar tillögur sem við erum að vísa til fjárhagsáætlunar og ég get bara litið á þetta sem þetta er svo ekki tillaga, þetta er náttúrulega bara átt að skoða þetta, en ég held að við notuðum það vinnulag síðast og svona skerptum svolítið á því og ég er sammála því, þetta verði þannig. Þannig að ég er bara sammála því, bæta því inn í
eins og margir tarpar leggja til. Þannig að þetta sé bara alveg skýrt. Afgreiðslu erindis frestað. Fleiri? Steindór? Já, ég ætlaði bara að rifja það upp þegar Ágúst segir að það manni að það voru svona ýmsar tillögur og pælingar. Þetta var oft, ég held að þetta hafi síðast allavega verið sett svona saman í skjal, þannig að myndi nú ekkert gleymast þetta eftir fyrir, þannig að þetta var svona safnað saman fyrir fjárhagsáætlanagerð, það mér minnir öllum svona málum og þau sem ætti að skoða. Takk. Já, það er þannig. Sjá. Það sem sé, við gerum það á breytingu að fresta þessa afgreiðslu og færum til umræðu fjárhagsáætlun. Þessi getur samþykkt þá tillögu að gefa merki. Hún er samþykkt með 6 atkvæðum, 1 situr hjá. Förum í lið 2, ODBS fundur 32. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin út liður 2.2, rekstraráætlun ODBS 2020, viðauki 1. Það er niðurstöðu 8. Lagði fram viðauki 1 við rekstraráætlun ODBS 2020. Greinargerð fylgir viðaukanum. Viðaukinn er að megnum til vegna kjarasamningshækkana á árinu 2020 og er til hækkunar á rekstrargjöldum ODBS að upphæð 57,5 milljón. Viðaukanum er mætt með hækkun á framlögum sveitarfélaganna. Hluti Rangárþings ytra 49.448.423 krónur og hlutur Ásarhrepps 8.051.577 krónur. Samþykkt samhljóða tillaga að sveitarstjórn staðfesti viðauka 1 við rekstraráætlun ODBS 2020 fyrir sitt leyti. Hluti Rangárþings ytra í viðaukanum er mætt með lækkun á handbæra fé og aukinni lántöku eins og fram kemur í viðauka 4 við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Orðið tillöguna. Enginn kveður sér hljóðs, þessi geta samþykkt að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 3. Stjórn Suðurlandsvegar 1-3 af fundur 9. Það er fundargerð lögð fram til kynningar. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir Oddviti. Ég harma svolítið að það kemur fram í fundargerðinni að einn fulltrúi sveitarfélagsins sem er fulltrúi okkar á lista í stjórn Suðurlandsvegar 1-3 að hann hafi forfallast og ekki hafi náðst að boða til varamann á fund. Þetta þykir okkur ekki rétt greint frá í fundargerð og við ætlum að fá bóka við þetta og óska eftir að gera athugasemd við fundargerðina. Spurning hvort að ég lesi upp bókunina ef það er í lagi. Ég leyfi á þetta. Gjörðu svo vel. Já. Fulltrúar á lista í sveitarstjórn Rangárþings ytra óska eftir leiðréttingu á ofangreindu fundargerð. Í henni er tekið fram að aðalmaður frá álista hafi forfallast og ekki hafi unnist tími til að boða varamann. Því rétta er að aðalmaður sá ekki rafrænt fundarboð í tæka tíð fyrir fund og var ekki gerð tilraun að hafa samband við varamann hans og boða á fund. Óska fulltrúar á lista að þetta verði fært til bókar og beina þeim vinsamlegu tilmælum til formanns stjórnar að framvegis óski hann eftir staðfestingu á móttöku fundarboða. Þar sem fundir stjórnar eru óreglulegir, fáir og oft boðaðir með mjög skömmum fyrirvara. Undir þetta skrifum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi Harðarson. Og svo ég útskýrði það aðeins einmitt. Það er eiginlega bara venja og góður siður að stjórnarformaður eða sá sem að boðar fundi, að hann tryggi það að fólk sjáu fundarboð. Þetta hefur komið fyrir áður. Mér finnst þetta bara góður siður, ekki nema að bara stjórn ákveði annað. Ég las mig til í samþykktum Suðurlandsvegar 1-3 HF og þar er ekkert tilgreint með fundarboð. Það kemur ekkert þar fram með fundarboð. Það stendur bara að stjórn sé með vinnulagsreglur eða móti sér starfsreglur. En þar kemur líka jafnframt fram að formaður stjórnar, hann sér eigi að boða fundi. Þannig að ég bara
vil ítreka að biðja staðfestingu á fundarboði, því að það getur alltaf komið fyrir að fundarboð misfarist í tölvupósti. Takk. Takk fyrir það. Þetta fært til bókar. Ég get aðeins sagt frá því að það auðvitað eins og segja fyrirkomulag sem við höfum hjá stjórn, hvernig boðað til fundar. Það eins og hjá svona mörgum öðrum stjórnum með 2 sólarhringa fyrirvara, en það auðvitað lítið mála og það óskað eftir svari við fundarboði. Þetta svona Outlook fundarboð sem við höfum notað í þessari stjórn. Og það auðvitað lítið mála að lagfæra þetta, og við getum tekið þetta fyrir bara þeim vettvangi stjórnar. Eitthvað fleiri undir þessu lið? Margrét Harpa? Já, kannski fá bara að óska eftir skýringum hjá formanni stjórnar. Af hverju var ekki reynt að ná í varamann? Því að þetta er Zoom-fundur, fjarfundur og það ef að varamaður laus, að þá yfirleitt lítið mál fyrir viðkomandi að koma inn á fund. Bara af hverju var ekki reynt að ná í varamann þessu tilfelli. Takk. Takk fyrir það. Bara það nú beint til stjórnar, en ég held nú að það hafi verið reynt að ná í bæði aðal og varamann. En við þurfum bara að kanna það. Má ég spyrja, er oddviti ekki formaður stjórnar? Getur ekki bara svarað að þarf að beina þessu til stjórnar? Ég veit, já, takk. Ég sagði að það þyrfti að kanna það. Ég held að það hefði verið reynt að ná í bæði aðal og varamann. Ágúst. Já, ég get kannski hjálpa til við að reyna að skýra þetta út, sko. Það er nú bara þannig að þetta gengur bara mjög vel en svo gerist það einstaka sinnum að þetta misfæst eitthvað. Í þessu tilfelli held ég að það hafi verið þannig að tölvupóstur póstfang sem við vorum bara vön að nota, að það var komið nýtt tölvupóstfang hjá viðkomandi nefndarmanni og vissi bara enginn það. Þannig að það er bara bagalegt og við reynum bara að laga þannig að það kom ekki fyrir aftur. En það var örugglega reynt, en auðvitað á síðustu stundu verið að reyna þetta. Það er mikið af fundum og sjálfur sér ekki ljóst að viðkomandi gat ekki mætt eða kom ekki inn á fundin fyrir bara þegar fundurum var að byrja. Það var bara þannig. Það var ekkert annað í þessu heldur en bara það. En við höfum yfirleitt haft þann háttinn á, eða einhverju sem að lesa sjaldan tölvupóst eða eru svona fylgjast eitthvað minna með þessu, og þá höfum við látið ritara í afgreiðslu hringja í þá, og það er ekkert mál að bæta bara fleirum á þann lista sem hringt í þegar fundir eru boðaðir. Það er sjálfsagt mál. En þetta hefur yfirleitt ekki verið neitt vandamál. Leirandi þessum lið. Förum í lið 4. Það er Sorpstöðvar Rangárvallasýslu BS, fundur 213. Það er fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 5, Vatnsveita Rangárþings Ytra Ásahrepps, fundur 10, fundargerðin lögð fram til kynningar. Og liður 6, Heilsu, íþrótta og tómstundanefnd. Það er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Tekin út liður 6.3 útisvæði, niðurstaða Heilsu, íþrótta og tómstundanefndar. Nefndin fór yfir minnisblaðið. Rætt var opið svæði við Fossöldu, en ekki talið þörf á að setja það leiktæki þar sem stór leikvöllur í Bauðholti. Nefndin leggur til sveitarstjórn að farið verði í eftirfarandi framkvæmdir á næsta ári á leiksvæðum sveitarfélagsins utan skólaleikvalla og tekið verði tillit til þeirra við gerð fjárhagsáætlunar. Útivistarsvæðið í Nesi, að leggja þurfi áherslu á öryggismál, huga fallvörnum hjá Abarólu, huga fallvörnum við Æslabelg, setja hindrun við Strandlagsvöll, svo boltinn fari ekki ána, bæta við útagrilli og bekkjum, setja upp útisvið í Lundunum. Leikvöllur í Ártúni, bæta við bekk, setja upp rólu með körfurólu, gamli rólu, bæta við bekk, setja upp brugguhest og vegasalt. Leikvöllin í Bauðholti, afmarka leikvöllin bæði við götu og lóðir með lágrekstri girðingu, setja gangbraut fyrir miðja leikvallar til að auka öryggi, fjarlægja ónýtt leiktæki, setja upp skilti hafa hund í bandi. Tillaga með vísa tillögum og hugmyndum heilsu, íþrótta og tómstundanefndar til gerðar fjárhagsáætlunar næsta árs. Orðið laust tillöguna.
Margrét Harpa. Já, þetta ekki bara að vísa þessu til fjárhagsáætlunar gerðar? Erum við bara, það allir með þetta í næsta árs, sem sagt næsta haust? Eða erum við að meina núna, núverandi fjárhagsáætlunar gerðar? Núverandi. Fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár, sem sagt. Það bara til yfirstandandi fjárhagsáætlunar gerðar. Fleiri að ekki hvað sér hljóðs, þess að geta samþykkt tillögunni gefið merki. Tillögunni samþykkt, samhliða. Liður 7, tónlistarskóli Rangæinga BS, fundur 21. Það er fundargerð frá 28.10.2020. Það er fundargerð lögð fram til kynningar. Liður 8, skipulags- og umferðarnefnd Rangæinga ytra, fundur 32. Það er vísað til umfjöllunar einstaka liði, en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Ég lesa venju yfir liðina ef þið hafið athugasemdir látið vita, en öðru leyti lítið svo á að afgreiðslan sé samþykkt samhliða. Liður 8.1. Sólstaðir landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformum landskipti né fyrirhugað heiti. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Var það samþykkt samhliða. Liður 8.2. Ártún landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformum landskipti né fyrirhugað heiti. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 8.3. Ægisíða 2 landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformum landskipti né fyrirhugað heiti. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 8.4. Árbæjarhellir 2 breyting á landnotkun. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að breyta þurfi deiliskipulagi vegna þessa og samþykkir að veita landeigendum heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi dagsettu 10.3.2016 með breytingu 4.7.2017. Nefndin felur skipulagsfulltrúa jafnhliða að gera tillögu að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016 til 2028 þar sem núverandi frístundalóð verði gerð að íbúðalóð með fyrirvara staðfestingu vegagerðarinnar á nýrri aðkomu að svæðinu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 8.5. Gaddstaðir 11 beiðni breytingu landnotkun. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að breyting verði gerð á landnotkun í aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016 til 2028 til samræmis við óskir lóðarhafa og felur skipulagsfulltrúa að hefja vinnu við þá breytingu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 8.6. Gaddstaðir 12 beiðni breytingu á landnotkun. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að breyting verði gerð á landnotkun í aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016 til 2028 til samræmis við óskir lóðarhafa og felur skipulagsfulltrúa að hefja vinnu við þá breytingu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 8.7. Sólstaðir Klettholt deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 8.8. Leynir 2 og 3 breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd hefur móttekið og fjallað allar framkomnar athugasemdir og ábendingar sem borist hafa. Svör og viðbrögð við athugasemdum eru hér tekin saman í einu skjali sem sent verður til þeirra gerðu athugasemdir. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og send Skipulagsstofnun. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 8.9. Minnahóf breyting á landnotkun íbúðasvæði. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd hefur móttekið umsagnir og athugasemdir við tillögu að breytta aðalskipulagi og fjallað þær.
Ekki tekið undir ábendingar að þorpsmyndun sé að ræða, enda lóðir vel stórar og landrými allt gott. Þá sé öll uppbygging í ágætri fjarlægð frá landamörkum nærliggjandi jarða. Þá verður ekki heimil starfsemi á svæðinu sem valdið geti óþarfa hávaða, hættu eða mengun. Því telur skipulagsnefnd ekki þörf að bregðast við innkominni athugasemd. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og send Skipulagsstofnun. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 8.10. Gaddstaðir íbúðasvæði í stað frístundasvæðis. Niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að taka tillit til allra framkominna athugasemda í framlögðum gögnum. Nefndin samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send til endanlegrar afgreiðslu Skipulagsstofnunar. Ekki liggur fyrir umsögn Samgöngustofu við afgreiðslu fundarins, þó ítrekað hafi verið eftir henni leitað. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 8.11, leinir 2 og 3. Deiliskipulag. Niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd hefur móttekið og fjallað allar framkomnar athugasemdir og ábendingar sem borist hafa. Svör og viðbrögð við athugasemdum eru hér tekin saman í einu skjali sem sent verður til þeirra gerðu athugasemdir. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 8.12. Minnahóf, deiliskipulag íbúðalóða, niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd hefur móttekið umsagnir og athugasemdir eru tillögu að deiliskipulagi og fjallað þær. Ekki tekið undir ábendingum þorpsmyndu sé að ræða enda lóði vel stórar og landrými allt gott. Þá sé öll uppbyggingi ágætri fjarlægð frá landamörkum nærliggjandi jarða. Þá verður ekki heimil starfsemi á svæðinu sem valdið geti óþarfa hávaða, hættu eða mengun. Því telur skipulagsnefnd ekki þörf á að bregðast við innkominni athugasemd. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.13 Klettamörk deiliskipulag. Niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst að nýju samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar. Var það samþykkt samhljóða. Liður 8.14 Nestún 17 og 19 óskum aflögn göngustígar og skipulagi. Niðurstaða skipulagsumferðarnefndar erindi frestað og kallað eftir áliti frá þjónustumiðstöð fyrir næsta fund. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 8.15 Borgir og landi Sólvalla deiliskipulag. Niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Þar er skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 8.16 Þjóðhálshagi breytinga á landnotkun. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og send Skipulagsstofnun. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar. Var það samþykkt samhljóða. Liður 8.17 Ármót deiliskipulag. Niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar. Var það samþykkt samhljóða. Liður 8.18 Rangársslétta deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Var það samþykkt samhljóða.
Liður 8.19 Marteinstungatankur deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Þetta er lagt fram til kynningar og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhliða. Liður 8.20 jarðstæðir breyting á afmörkun frístundasvæðis F74 í aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga um sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Á liður 9 viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID-19. Hjá þér orðið sveitarstjóri. Já, takk fyrir það, Oddviti. Það er eins og við höfum haft á þessu fundum okkar að þá eru sem sé safnað saman því sem að berst í varðandi þessi COVID-mál og þannig að allir sjáu hvað er verið að auglýsa og kynna. Við höfum verið með þetta sem sé á byggðarráðsfundunum líka og þetta eru bara skjöl sem eru opin öllum. Sést hvaða leiðbeiningar við erum að fá og alls kyns auglýsingar sem eru í gangi og við höfum líka sett inn upplýsingar þegar við höfum nýjar tölur varðandi bara ástandið í atvinnumálum og slíkt, atvinnuleysi og það er, þannig að ég bendi á að það er líka það undir byggðarráðsfundinum og það er undir byggðarráðsfundunum okkar, alltaf gögn þetta. Þannig að í sjálf sér er ekkert meira það að segja, þetta er eitthvað sem við höfum bara komið á framfæri og viðbragðsteymið okkar, hérna hjá okkar sveitarfélagi við hittum alltaf öðru hvoru þegar okkur finnst þess þurfa og í það minnsta alltaf þegar verður eitthvað breytinga á reglum að þá hafum við fundað og farið yfir málin og þetta er sent á það viðbragðsteymi, öll þessi gögn líka. Og í viðbragðsteymin okkar eru þetta bara forstöðumenn stofnana og þeir sem eru með einhver mannaforrað hjá sveitarfélaginu. Og svona lykilfólk, þannig að þetta er bara til að kynna það sem okkur best þessi mál. Það er svo sem ekki meira um það að segja. Takk. Takk fyrir það. Einhver spurningar undir þessum lið? Svo er ekki. Förum lið 10, það er tillaga útsvarshlutfalli fyrir árið 2021 til afgreiðslu. Það tillaga að útsvarshlutfall fyrir árið 2021 hjá sveitarfélaginu Rangárþingi Ytra verði 14,52%. Orðið laust. Í kveðslu hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefur merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 11, nefndur ráð fulltrúar. Nýr fulltrúi í kjörstjórn í stað Kristínar Bragadóttur sem er flutt úr sveitarfélaginu. Það er tillaga að nýr aðalfulltrúi í kjörstjórn verði Heiðrún Ólafsdóttir og nýr varafulltrúi í kjörstjórn verði Jóhanna Lilja Þrúðmarsdóttir. Orðið laust þessa tillögu. Nei, Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Bara eitt sem er datt núna í hug. Ættu við kannski að þakka Kristínu fyrir hennar störf? Vel til fundið, bætum því við bókunina. Þeir sem geta samþykkt þess tillögu gefur merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 12 kjörinna fulltrúa og greiðslu fyrir nefndarstörf, endurskoðun kjarasamninga reglur og í tengslum fjárhagsáætlun næsta árs. Það er tillaga kjörinna fulltrúa og greiðslu fyrir nefndarstörf verði óbreytt frá því sem þegar verið frá 1. nóvember 2016 samanber samþykkt í sveitarstjórn þar en jafnframt að vísa tillögun til frekari umfjöllunar í tengslum gerð fjárhagsáætlunar næsta árs. Orðið er laust. Margrét Harpa. Já,
takk fyrir oddviti. Mér líst vel á að vísa þessu í fjárhagsáætlunargerð og hún á fullu núna, við erum frekar sein í þessu, bara sökum COVID og bara nóg að gera. Og ég tel að við ættum virkilega að skoða hvort að við getum einhvern veginn spara þarna líkt og við verðum að gera sparnaðarkröfu á aðra stofnanir sveitarfélagsins. Þannig að, já, bara fínt að vísa þessu í fjárhagsáætlun. Ég held að við þurfum að skoða, þó svo að muni birta upp síðir og vonandi bara kemst allt svona á full sving aftur næsta haust, að þá þurfum við samt að vera varkár í fjárhagsáætlunargerð. Takk. Takk fyrir það. Steindór, gjörðu svo vel. Takk fyrir því. Ég tek undir með Margréti þarna og við teljum með mér að sé hægt að hagræða þarna í þessum lið og að nú kannski ekki fyrir gott að slá hann niðurlega síðan. Það er teljum til að okkar að leggja niður og fjölga fundum í sveitar sem ætti ekki að þurfa að hafa kostnaðarauka för með sér. Það er jafnvel eitthvað að lækka, allavega ekki auka fjármagn, minna á þá til okkar og hafa hann á opna og verður flutt síðar aftur. Takk fyrir. Takk Steindór. Eru fleiri? Svo ekki þeir sem geta samþykkt tillagan gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 13 óskum styrk meistaraflokkur Karl, meistaraflokkur KFR. Það er erindi frá meistaraflokk KFR til að að vísa því erindi til gerðar fjárhagsáætlunar næsta árs. Orðið laust á tillögu. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Þetta líka, við ættum kannski að hafa sambærilega afgreiðslu og fresta afgreiðslu þar til næsta sveitarstjórnarfundi. En að vísa erindinu, ég held, sko, aðstæðurnar sem við erum í núna náttúrulega eru sérstakar. Það eru nánast engir fjáröflunar möguleikar fyrir meistaraflokk. Þannig að mín svona fyrsta tilfinning að reyna að finna einhvers staðar glöfu til að geta styrkt á næsta ár, bara í ljósi aðstæðna. Því að það er gríðarlega mikilvægt að hafa meistaraflokkin, eins og kemur fram þarna í bréfinu, og maður veit líka bara á sínum börnum sem eru að stunda fótbolta, að það er mjög gott að hafa eitthvað svona til að stefna og horfa upp til og halda manni við efni. Þannig að það er óbúslega mikilvægt að meistaraflokkurinn haldi lífi og ég óttast svolítið að það komi niður á starfi hans ef þeir hafa ekki fjármagn og geta ekki aflað sér fjármagn af því að það er ekki þorrablót til að vera með dýragæslu. Það er bara almennt, það er lítið fjáraflanir félagasamtaka. Þannig að styð þetta og vísa þessu og reynum að finna eitthvað. Takk. Takk fyrir það. Ekki fleiri. Ingu, ert þú? Já, Ingu, gjör svo vel. Já, ég tek undir þetta með Margréti Hörpu því að ég lít á það með meistaraflokkin að það sé nauðsynlegt að hann sé til staðar því að sko KFR og öll svona íþróttastarfsemi hefur gríðarlegt gildi til forvarna fyrir börn og unga fólkið okkar og það er mjög mikilvægt ef einhver leiðir til að við getum eitthvað styrkt á. Takk fyrir. Takk. Ekki fleiri. Þeir sem geta samþykkt tillagan gefið merki. Tillagan samþykkt. Má ég spyrja, setið þið inn þarna með að erindinu sé frestað? Já. Það verður sett inn, já. Já. Liður 14, framlenging samstarfssamning Markaðsstofu Suðurlands. Það er óskum endurnýjun samstarfssamnings. Það er tillaga að framlengja samstarfssamning við Markaðsstofu Suðurlands með sama hætti og hann hefur verið orðalaust. Margrét Harpa. Það leyfa Steindór að vera undan, ég honum orðið. Steindór, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Þetta er
það kemur náttúrulega ekki fram þarna hvað þetta en þetta ykkur milli 700–800.000 á ári, næstu 3 árin. Og maður finnst alveg ágætlega lagt í þennan málaflokk. Við höfum nú talað það fyrir að við erum með góðan starfsmann í markaðs- og kynningamálum hjá okkur. Og svona, það hefur nú verið að skoða þessa heimasíðu, svona þetta nú mikið fyrirtækin og annað, ég sé ekki alveg svona hvað. Þetta eina af svona sjálfseignarstofnunum sem að sækja á þetta til okkar og í vor fengu markaðsstofan fékk hún eitthvað 300.000 og það var það nú svona samþykkt með semingi eða með þeim formerkjum að önnur sveitarfélög myndi gera slíkt sama sem þau líklega hafa gert í hvernig það enda en ég veit ekki, ég sjálfur efins hvort þetta ekkert stórt en vart, það safnast saman kemur og maður myndi frekar vilja taka 700.000 kalla af þessum sneldur en kannski að neita erindinu sem var hérna á undan 14. Þannig að ég sjálfur hef mínar efasemdir en ef það til peningur í þetta og ýmislegt annað sem hefur verið að biðja þannig myndi maður kannski samþykkja þetta með semingi, annars myndi ég bara vilja skoða þetta. Við þurfum ekki alltaf að vera þó að allir aðrir síðan, við getum bara að hugsa þetta út frá okkur. Erum við að fá útrúst það sem við viljum fá og það ekki öll sveitarfélög með starfsmann eins og við erum með og hann bara að vinna gott starf og hvort að þetta sé þá óþarfi eða bara einhver allt öðrum sviðum heldur en hann að vinna okkar starfsmaður. Bara varpa þessu fram. Takk fyrir. Takk fyrir það, Steindór. Við fyrir sem að koma inn í þetta. Þess held ég að þú óskar líka eftir að fá að koma með kynningu fyrir sveitarstjórn á starfinu, þannig að við getum fresta afgreiðslunum og fengið kynningu á starfinu áður en við tökum ákvörðun áframhald þessa samnings. Steindór. Ég myndi styðja það, bara svo ég getur rætt af því að það nú fái á sig aðrir, þannig að svona sem maður getur kannski fengið að heyra huga annar að setja svona fulltrúa í þessu máli, þá væri ég styðja þessu verið frestað og við fengjum þessi kynningu. Takk. Takk. Ágúst. Já, þetta minnist mjög vel á það. Það reyndar gert eins og það kemur fram í niðurlagi bréfsins að þá í rauninni óskað eftir því að fá að gera grein fyrir starfsemi með kynningu og það þetta mjög auðvelt að verða við því. Og þá mætti mann hugsa kannski hvernig fundarskipulagið hjá okkur núna á næstunni að þá væri hægt að fá slíka kynningu á þess vegna á vinnufundi sem í næstu viku en síðan auðvitað eru formlegi fundir í lok mánaðarins og það geti verið þar að auka fundur sveitarstjórnar og sem sé biðarásfundur og ég held að það bara upplagt. Það svo lítið mála kalla fólk til gegnum þennan miðil. Við fengum líka mjög fína kynningu hjá Dagníu í síðastliðið vor á Zoom-i minnir mig og þannig að fínt að fá hann aftur bara. Takk, Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Já, ég styð þetta. Ég held að við ættum að fá kynninguna því að þetta eru 430 krónur per íbúa, þannig að þetta gerist milli 700–800.000 á ári. Þetta töluverður peningur og bara gott að fá kynningu, heldur öllum á tánum. Takk. Takk fyrir það. Hjalti. Já, þetta ég held að sé mjög gott að fá kynningu á þessu áður og samþengjum þetta og það kannski líka fróðlegt að fá bara eitthvað svona fá markaðs- og kynningarfulltrúa hjá okkur hvað við erum að fá út úr þessu. Það verður bara að fá kannski aðeins álit á því líka hvað við erum að fá fyrir peningin. Takk fyrir þessu. Takk.
Fleiri. Svo ekki, þá bara tillaga með frestum þá þessar afgreiðslu og felum þá sveitarstjóra að hafa samband við Dagný og koma á fundi með okkur. Þess að geta samþykkt takið í merki. Það samþykkt samhljóða. Liður 15. Það til að fara álista skráningu lausa lóða á kortasjá. Við fylgja því eftir. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þegar ég les bara tillögu ásamt greinargerð. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra að leggja til að sveitarstjóra verði falið að setja í gang rafræna skráningu á lausum lóðum til úthlutunar í sveitarfélaginu og hafa skráningu aðgengilega á kortasjá sveitarfélagsins. Og greinargerðin svohljóðandi. Sveitarfélagið nú þegar með rafræna kortasjá Landmynda EHF sem hægt að sjá á heimasíðu sveitarfélagsins. Kortasjáin býður upp á viðbót sem getur sýnt lausar lóðir til úthlutunar. Sú viðbót ekki til staðar hjá Rangárþingi ytra eins og stendur. Með slíkri viðbót yrði staða lausra lóða opin og gegnsæ öllum sem vilja sjá. Birting lóðana getur haft í för með sér aukna eftirspurn lóða, aukna skilvirkni í upplýsingagjöf og getur þar af leiðandi aukið tekjur sveitarfélagsins til lengri tíma litið. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi Harðarson. Takk. Takk fyrir þetta. Ég ætla bara að byrja og ég veist þetta bara ágætist til að. Þið eitthvað búin að athuga kostnað við þetta? Að breyta þessi þetta? Nei, við lögðum ekki þá vinnu. Við vildum athuga hug ykkar fyrst, hug meiri hluta fyrst, því að, já, við leggjum ekkert út í vinnu nema það sé áhugi fyrir þessu. Takk. Þetta fína, fleiri. Haraldur. Já, mér finnst þetta nú ekki slæm hugmynd, sko. Þetta er bara skoða þetta með ánum huga. Takk fyrir. Takk. Hjalti. Já, ókei, ég sammála því sem það er sagt fyrir undan. Ég bara nokkuð mistur á þessu hugmynd. Við heitum bara kannski að taka smá snúning á kostnaði, hvort þetta sé einhver verulegur kostnaður og bara kanna það. Takk. Takk. Það er kannski bara til að við frestum þessari afgreiðslu á tillögunni og annaðhvort vísum til fjárhagsöflunargerðar eða felum einhverjum athuga kostaði þetta. Vísa til fjárhagsöflunargerðar. Steindór. Já, þetta við varum ekki alveg að finna að leysa, þannig að það væri örugglega hægt að bara kanna hjá sveitarfélögum það sem að þetta sko. Þetta er kannski bara eitt símtal hvað þetta kostar örugglega einhver startkostnaður og síðan það er kannski einhvers konar áskrift. Þannig að það hlýtur að vera tiltölulega einfalt og ódýrt allavega að kanna hvað þetta muni kosta. Takk fyrir. Og þetta er fínt, já, bara það væri falið að einhverjum sveitarstjóra væntanlega að bara kanna það. Það væri bara góð aðgjörsla. Takk. Takk fyrir það, Steindór. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Ágúst, jú, ég sagði ekki Ágúst. Já, þetta er bara rétt að tjá með þetta. Þetta er bara brilljant hugmynd og ekkert annað en að skoða þetta. Við veit að það eru allavega Akranes sem að nota þetta. En ég bara veit ekki hvað þetta kostar. Sjálft kostar þetta eitthvað bara fast gjald og svona. En fínt að fá það fram áður en við allavega ákveðum að gera þetta. Þannig að þá verður eins og Steindór segir bara mjög auðvelt. Þannig að við einhendum okkur í það bara. Finn út úr því og svo er þetta að afgreiða þetta. Góð, Margrét Harpa. Já,
Bara spá í afgreiðsluna á þessu textan sem að þú last upp, sem oddviti las upp, sem sagt, eigum við ekki að fela sveitarstjóra og kanna með kostnað, jafnframt, eða hvað? Jú, þannig að það myndi að vera, að sjá, að koma með hana. Ég geti kannski lesið bókunum upp, Ágúst, að þú ert komið með hana. Það sést fröstum afgreiðslunni og fela sveitarstjóra allum kostnað í tengslu fjárhagsáætlanagerð. Ok. Hljóðar svona, afgreiðslu tillöguna frestað. Sveitarstjóra falið að kanna með kostnað og leggja fram upplýsingar á næsta fundi byggðarráðs. Eigum við ekki að vísa þessu í fjárhagsáætlanagerð líka, eða hvað? Bætið þið við afgreiðslu tillögunni frestað, sveitarstjóra falið að kanna með kostnað og leggja fram upplýsingar á næsta fundi byggðarráðs og tillögunni vísa til gerðar fjárhagsáætlunar. Þess getur samþykkt tillögunni gefið merki. Tillögunni samþykkt samhljóða. Liður 16, það er erindi og fyrirspurnir frá álista 2020 og ég gef þér orðið sveitarstjóri. Já, takk fyrir það oddviti. Þetta er sem sé fyrirspurnir hérna í 5 liðum og hérna sem koma þarna fram. Ég myndi bara vilja óska eftir því að fá að taka saman upplýsingar þetta sem spurt er og leggja fram á næsta fundi. Það getur verið á næsta fundi byggðarráðs þess vegna, bara á fyrsta fundi sem við höldum. Þannig að hérna, já, ég legg til að ákveða þetta bara þannig. Sveitarstjóra falið að taka saman svör. Ykkur athugasemdir við það. Var það derfa? Svo sem ekki athugasemdir, ég skil að það er nóg að gera. En já, ég vil kannski bara ítreka þarna í fyrirspurn 16.2 með móttöku áætlun nýrra íbúa sveitarfélagsins bara þetta að við fögnum virkilega að þetta sé komið loksins á heimasíðuna og bara gott að þessi vinna sé komin á koppinn en þetta náttúrulega líkur aldrei því það þarf að uppfæra þetta reglulega. En vonandi bara að þetta sé þetta til hægðarauka og þetta laði fólk af og auðveldi þeim að flytja í sveitarfélagið. Já, annað var það ekki. Takk fyrir. Takk. Steindór. Já, takk. Það er ekki bara ágætt af því að þetta er við erum oft verið að spyrja svona og það er kannski ekki bara fyrir okkur, það er svona fyrir aðra sem áhuga að hafa íbúa. Þannig er ekki ágætt að bara það er aðeins rýmri tími þess að týna þetta saman að þetta sé bara þá á næsta sveita sem að fundi. Hver veit nema hann verið bara opinn á Facebook líka. Það er bara frábært. Það er greinilega áhugi fyrir fundunum. Einhver sagði mér að vera 40 manns að horfa. Það hefur aldrei komið ekki opinn sveita sem að fund í salnum hann. Þetta er bara gott form. Takk. Takk fyrir það. Við höldum áfram í lið nr. 17 til umsagnar frá Alþingi málstofn 2020. Það er óskað eftir umsögnum tillögu til að þing... Fyrirgefðu, ég sá sveitarstjóri var að reyna að biðja orðið.
Nú, afsakið, gjörðu svo vel, sveitarstjóri. Já, takk fyrir það og til það var nú. Já, bara sem sé sammála því, þetta er bara fínt að fá þessar spurningar og reyna að svara þeim bara vel. Ég er bara svo að fólk átti sjá hvernig tímanum í þessu að þá sem sé kom þetta eins og bara reglan í sjálfsög, þetta kemur til okkar bara leið og rétt áður en að fundur boðaður, þannig að það svo sem ekki mikil tími, stundum vinnst alveg tími til þess að svara þessum fyrirspurnum bara á þessum 2 dögum sem við höfum, en stundum bara svo mikið að gera það bara næst ekki. Það þarf að kalla til einhverja fleiri til að svara og tína saman gögn, þannig að það bara út af því. Það gríðarlega mikið af verkefnum bara þessa dagana, en hægt að svara þessu öllu saman mjög vel eins og við reynum að gera ævinlega. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Margrét Harpa? Já, takk fyrir það. Ég skil þetta mjög vel. En kannski bara svona til upplýsinga, bara munnlegar upplýsinga. Er eitthvað sérstök ástæða fyrir, veit oddviti ástæðuna fyrir því að þessi fundur upptaka síðasta sveitarstjórnarfundi birtist svona seint? Kom eitthvað upp á í tæknimálum eða bara er eitthvað svör við því? Því að þá í bókun meirihluta þegar meirihluti hafnaði tillögu okkur beinar útsendingar, en sendi svo þennan út, kom ánægjulega út að þessi yrði sendur í beinni, en bara af hverju var hann þá, já, í bókun meirihluta þá var komið fram, þá tóku þið skýrt fram að fundir væru alltaf birtir 2 dögum eftir, og ekki seinna en 2 dögum eftir fund, en það hefur náttúrulega bara verið misbrestur þar á oft á tíðum. Þannig að eru eitthvað munnleg svör bara núna? Takk. Þetta er bara, nei, við erum bara búin að kalla eftir útskýringu hvort að þetta hefur verið með þessum hætti og hvers vegna. Við fylgja með það í svörum. Þá förum við lið 17. Til umsagnar frá Alþingi málasafn 2020. Þar er óskað umsagnar tillögu til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framtíð Reykjavíkurflugvallar 39. mál og frumvarp til laga skrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki til 207. mál. Þetta er lagt hér fram til kynningar. Liður 18 faghópur þróun skólasvæðis á Hellu. Fundur nr. 6. Fundargerð lögð fram til kynningar. Liður 19 skoðunar sameiningu sveitarfélaga, fundargerð verkefnisstjórnar 12, 13 og 14. Þær eru lagðar hér fram til kynningar. Liður 20 SAS stjórnarfundur 500. Gjör svo vel. Já. Það er alltaf vesen, afsakið takk fyrir, það er alltaf svo vesen í þessum fjarfundabúnaði að maður sér ekki alltaf hver er að biðja orðið og hver ekki. Kannski bara óska eftir því að það sé aðeins farið yfir með skólasvæði svona fyrir aðra sveitarstjórnarmenn. Að oddviti kannski farið aðeins yfir hvað er verið að gera, hvar málið stendur núna. Takk. Já, það er alveg sjálfsagt og stóð þessum síðasta fundi þá var farið yfir og dregnir saman punktar á niðurstöðum íbúðfundar. Þar var skipti í hópa og fengnum niðurstöður við nokkur spurningum og varðandi þær hugmyndir sem settar eru fram sviðsmyndir bygginga. Og það var dregið saman í minnispunkta og síðan var farið yfir þarfagreiningu. Það er verið að vinna þarfagreiningu fyrir skólan, leikskólan, tónlistarskólan og það sem áætlað að vera þarna inni og að það verði kynnt nú á næsta fundi þessa faghóps sem áætlaður núna í næstu viku. Steindór, gjörðu svo vel. Það bara östuð á þetta, bara ánægilegt að það sé að halda og fólk sé að halda ótraust áfram í þessu brýna starfi sem er að koma upp leikskóla á Hellu og látum ekki eitt stykki heimsfaraldur
neitt á því. Þetta fyrir alltaf blúsandi í siglingu. Vonandi og hægt sól, þannig að það bara ánægilegt að þetta sé ekkert hika. Takk fyrir. Takk fyrir Steindór og Hjalti. Já, þetta er bara lýsa einmitt ánægja minni yfir það líka með að þetta sé þessi vinna í gangi og fett nefndamenn bara í þessum hóp til dáða og koma á svo hópinn. Takk. Takk. Ekki fleiri. Ok. Liður 20. Það SAS stjórnarfundur 563. Það fundagerð frá 28.10.2020 lögð fram til kynningar. Liður 21. Samband íslenskra sveitarfélaga. Fundur 889. Fundagerð lögð fram til kynningar. Liður 22. Samband íslenskra sveitarfélaga. Fundur 890. Það fundagerð lögð fram til kynningar. Og liður 23. Steindór, þú beðið orðið, eða er þetta síðan áðan? Já. Ok. Liður 23. Minningadagur fórnarlömb umferðarslysa. Það er bréf frá ráðherra samgöngu og sveitarstjórnarmála. Það er lagt til fram til kynningar. Liður 24. Staðfesting á óhæði. KPMG endurskoðun. Það er yfirlýsingin lögð fram til kynningar. Það er komin liður 25. þar sem við fáum gesti inn á fundin til okkar. Þá eru komin inn á fund til okkar stjórnlundar og forstöðumaður og þið eru hér áfram með okkur í beinu streymi á netinu. Ef þið hafið ekki athugasemdir við það, þá höldum við þannig. Ég ger athugasemdir. Ég býð ykkur velkomin og takk fyrir að koma og alltaf kynna hérna fyrir okkur. Ég veit ekki hvernig ég vil gera það. Ég held að þú fá orðið stjórnarformaður Valtýr til þess að kynna þetta fyrir okkur. Það sjálfseignarstofnarform og hugmyndir ykkar varðandi það. Já, sælveriði. Takk fyrir boðið. Já, þetta byrjaði nú allt svo sem í skoðu hjá okkur í stjórninni og var í tengslum við þau vandræði sem hafa verið í rekstri lundar á undangengnum árum og þetta hefur verið svona þungur baggi að bera. Sem sagt, sá yfirdráttur út af byggingarreikningi og síðan var reksturinn búinn að vera þungur og búið að vera að reyna að vinna í því að fá svona ákveðna leiðréttingu á stöðunni. En því miður gengið illa að fá svona þessar leiðréttingar og svör hreinlega, bæði frá ráðuneyti og sjúkratryggingu. En það sem sparkaði kannski þessari hugmynd fyrst og fremst af stað var þau vandræði að losa okkur undan þessum klafum 50 milljóna yfirdrátt á byggingarreikning. Lundur svolítið einkennileg stofnun. Þetta hefur verið byggt upp af sveitarfélögunum en þó þetta alveg eins og rekið sem sjálfstæð stofnun. Þau sjálfstæða reikning og efnahag og allt því líkt og þessar eignir og fjármagn sem hefur verið sett í af sveitarfélögunum í þessar uppbyggingu. Það fyrst og fremst bara gert grein fyrir því í skýringum sveitarfélagana. Þannig að þessi staða sérstætt alfarið innan ársreiknings og reikningshalds lundar. Það erfitt eins og staðan núna að losa okkur undan þessum yfirdrætti. Við getum í raun og veru ekki verið með lakari stöðu á þessari skuld en að vera að greiða vexti af yfirdrætti. Og þess vegna var þetta svona spurningin það hvaða leiðir væru færar til þess að
að gera Lundi kleift að haga málum betur og sem væri þá í meiri skynsemi og hagkvæmari svona rekstrarlega séð. Og eitt það sem hefur verið rætt til dæmis lántaka, þá ef það væri hægt að fá lán eins og hjá Lánasjóði sveitarfélaga fyrir þessum yfirdrætti, það strax myndi stórlaga og lækka fjármagnskostnað hjá Lundi. Það væri þá einnig hægt að finna einhverja lausnir það hvernig sá höfuðstóll yrði svo greiddur niður. Og það í raun og veru, þetta frumforsetan að þessari hugmynd og við þess vegna köllum við eftir afstöðu sveitarfélagana, Rangárþings ytra og Ásarhrepps, gagnvart þeirri hugmynd að stofnuð yrði sjálfseignarstofnun þar sem að sveitarfélögin í raun og veru þá myndu leggja inn þessa eign eða húseign inn í þessa stofnun og þar með væri þá komin svona allt annar grunnur og svona rekstrarlegur grunnur fyrir stofnunina að klára sín mál og geta komið málum þannig fyrir að sem hagstæðast væri fyrir stofnunina að bæði það að reka sig og þá finna leiðir og svigrúm til þess að sækja áfram fjármagn vegna þessa loka áfanga Lundar sem var náttúrulega að innrétta nýbygginguna og ganga frá lóðin að utan en ríkið hefur svona þverskallast við að koma að því og það bara leitt en við erum ekkert að gefast upp við það verkefni í sjálfu sér en við gætum gefið okkur meira olnbogarými ef það væri hægt ef stofnunin gæti tekið lán en eins og þetta í dag þá erum við ekki með neina stöðu til þess og þá liggur þetta meira kannski þá inn á herðum sveitarstjórnanna og sveitarfélagana. Þetta í raun og veru svona grundvallar þátturinn í þessari hugmynd sem við erum að kasta til sveitarstjórnanna og það auðvitað mörgu að hyggja eins og bara hvaða form og hvaða rammar og hvaða svona hvaðir og svona barriera hægt að setja ýmislegt upp í samþykktum varðandi sjálfseignarstofnun að til dæmis að þetta húsnæði yrði aldrei nýtt í annað heldur en þessa þjónustu og það bara í raun og veru þessi vinna sem við erum kannski að kalla eru sveitarstjórnirnar tilbúnar að fara í þessa vegferð að stilla hlutormingneinu upp sem væri svo hægt að taka þá og yrði þá tekið aftur fyrir í báðum sveitarstjórnum þegar einhver niðurstaða væri komin hvernig menn sæju þetta geta litið út og þá gætu sveitarstjórnir tekið endanlega ákvörðun hvort þeir ætluðu að vera vildu fara þessa vegferð eða ekki. En eitthvað verður að gera. Þetta svona stórstaða eða svona stoppstaða sem bæði dýr, hún erfið, hún þung fyrir stofnuna, bæði starfsmenn og bara allt starfið, að vera alltaf undir því höggi að vera í basli. Og það eru mörg svona hjúkrunarheimili sem eru rekin í dag sem sjálfseignarstofnanir og það virðist hafa bara gengið nokkuð vel. Þá þetta svona á öðrum forsendum en Lundur hefur aldrei verið rekin sem B-hluta fyrirtæki eins og sum sveitarfélög hafa verið að gera eins og til dæmis Höfn og mörg fleiri sveitarfélög þar sem að ábyrgðin hvílir þá alfarið á viðkomandi sveitarfélagi og þessi sveitarfélög hafa til dæmis verið að tala það að skila lyklunum og bara skila þessum stofnunum til ríkisins en þetta í sjálfu sér ein leiðin það að setja þessa stofnun í sjálfseignarstofnun og finna því réttan farveg og rétt form til þess að tryggja alla hagsmuni og skjólstæðingar sem þar eru og til núna og til framtíðar og reyna þá að skapa örugt eða eins örugt og svona þægilegra rekstra umhverfi fyrir starfsmenn og stjórnendur stofnunarinnar. Þetta svona í grófum dráttum en það náttúrulega bara alveg sjálfsagt að svara þeim spurningum að það mörg álitamál og maður hefur mikið velt fyrir sér
hinum ýmsu þáttum við sjálfseignarstofnun og það ekki síst sko á þessum COVID-tímum. Það náttúrulega mjög mikilvægt að stjórnir slíkar stofnunar séu mjög sterkar og faglega sterkar. Það hefur sýnt sig á Eyrarbakka, þar var mjög sterk stjórn og Heilbrigðisstofnun Suðurlands hefur hrósað þeim í hvívetna. En það hefur ekkert verið neitt niðurbrot á því, en það er mjög mikilvægt að stjórn og það bakland sem stofnunin hefur í stjórn ef þetta sjálfseignarstofnun séu sterk. Þannig að það er mjög mikilvægt. Og annað varðandi svo þessi eign er náttúrulega, þessi húseign, hún er náttúrulega ekki inn í efnahagsreikningi sveitarfélagana, þannig að ráðstöfun til sjálfseignarstofnunar myndi ekki hafa nein áhrif á hvorki rekstran í efnahagsreikning sveitarfélagana. Þannig að þetta er bara spurningin það að koma því þann búning að þessi eign og þessi aðstaða sé nýtt til þessara hluta eins og verið hefur. Og það sé ekki hægt að ráðstafa í eitt eða neitt annað. Og það er ekki flókið mál bara með því að með réttu orðalagi inn í samþykktum við stofnskrá sjálfseignarstofnunar. En ef það einhverjir þá fleiri stjórnarmenn sem vildu bæta einhverju við, ef mér hefur skriplað á skötu einhvers staðar. Það koma þá líka kannski bara inn, þakkaði fyrir Valtýr fyrir þessa skýringar. Ég held að við opnum fyrir spurningar til ykkar. Steindór fyrstur. Takk fyrir. Ég er með nokkrar spurningar bara svo ég sé ekki alltaf að biðja orðið sem ég veit ekki hvort að hægt að hripa þá hjá sér bara sjálfseignarformið. Valtýr er náttúrulega búin að skýra það svona út en maður velti fyrir sér ef þetta væri óbreytt bara rekstrarform og sveitarfélögin tæki bara á sig þann bikar að gera upp yfirdráttinn sem að ríkið hefur ekki komið með þetta framlag og koma bara yfirdrátturinn á núllið. Hvort það sé sem sagt einhver leiki að sveitarfélögin tæki bara hagstætt lán eða gæti sem sagt fengið það á góðum kjörum og hvort það sé þá sem sagt ef við sjálfseignarform hvort þetta sé bara svo ég hnykkja á því þá kannski spurningin fyrsta spurningin er þá að vera að spá í að leysa þetta undanríkinu mun koma bara áfram með peninga inn að þetta snýst þetta þessa skuld þarna sem að keypt var á þess að vera með heimild hjá Innkomustofnun ríkisins, það var keypt einhverju búnaðar og svo það væri kannski komið grænt ljós, ég veit ekki hvort þið kerkjaði eitthvað út af því hjá ríkinu eða út af hverju það að þeirra hafa alveg neitað að borga þetta. Og af því að nú heilbrigðisráðuneytið var að láta skoða rekstur hjúkrunarheimila bara í ágúst og það átti að skila þeir niðurstöðu 1. nóvember, þannig að ætti vera dett inn og með þá fyrir augum að bæta við eða sem sagt að því að það eru mörg að kvarta yfir því að fá ekki nóg til rekstursins. Þannig að er eitthvað komið út úr þeirri skoðun af því að svo sér maður grein eftir Gísla á Grund að hann er að deila alla harkalega á ríkisstjórnina og bara senda líka tón núna í október að ríkið sé ekki að standa sig að leggja til hjúkrunarheimila og það sem sagt Grund sjálfseignarstofnun greinilega í krökkum þá og að hann er jafnframt í þessu vinnuhópi heilbrigðisráðherra þannig það er greinilega verið að skoða þessi mál hvort það geti ekki breytt einhverju fyrir Lund ef að það kæmi út úr þessari úttekti að þetta sé skoðun á rekstri frá 2016 fram til nokkurn veginn dagsins í dag. Hvort það geti komið eitthvað út úr því sem myndi breyta þessari stöðu. Því ég held að Lundur verði nú alltaf Lundur sko.
hver sem síðan bara fá það kannski hjá stjórnarformanni eða einhverjum úr stjórninni hvort að það sé sem sagt ríkið sé að leggja til áfram til rekstursins og þetta sé bara til þess að ég eiginlega bara játa það. Ég átta mig ekki alveg á því hverju það myndi breyta lundutækjum til að gera upp yfirdráttinn sem sagt af hverju það væri betra við sjálfseignarstofnun og það svona eins og þessi grein þarna að skýrsla. Það greinilega ekkert endilega auðveldara að vera sjálfstofnun þegar þú ert að fá fram frá ríkinu. Kannski svolítið sundurlaust hjá mér en svona það svo margar líka sem vakna. Ég held sem komum flestar sem ég ætla að koma frá mér vonandi hafi eitthvað náð að hripa þetta, ná einhverju samhengi í þetta og svara kannski einhverju af því svona núna. Takk fyrir, Billy. Takk fyrir Steindór. Þegar ég kom inn í þetta, Valtýr, ég skal svara þessum. reyna að svara því sem ég get og kannski margir getur þá komið inn í það líka sko. Varðandi sjálfseignarstofnun eða ekki sko, greiðslur til lundar væri alveg óbreyttar. Þetta allt háð reimatinu og þetta þá greiðslur frá sjúkratryggingum samkvæmt reglugerð. Þannig að það í sjálfu sér ekkert, það umhverfi myndi ekkert breytast í það. Það sem við erum kannski að kalla meira eftir í kannski stjórn lundar að þetta form, eitthvað ekstra form sé. Og það sé eitthvað sem við höfum. Við höfum engar samþykktir. Og það þessi sjúkratrygginga til dæmis að kalla eftir að hver fer með ábyrgðina á rekstrinum. Og það ekki neina samþykktir, það engin erindisbréf fyrir stjórn, hver staða stjórnar eins og hlutirnir eru reknir í dag. Þetta allt mjög fljótandi og ég held að það sé bara nauðsynlegt fyrir stofnunina að fá svona skýran ramma hvernig hún á að starfa. Og líka það að stjórnendur og stjórnendur stofnanna hafi það bakland sem það þarf sem svona alvöru stjórn. Við erum jú einstaklingar skipaðir í stjórnar sveitarfélögunum en við þurfum að hafa einhverja samþykktir, við þurfum að hafa einhverja beinagrind á bakvið okkur. Og þetta ein leiðin til þess að festa formið og reksturinn og hafa þetta, þannig að þetta sé í lagi og geta svara því hver það sem fer með ábyrgðina á rekstri stofnunarinnar. Með sjálfseignarstofnunina þá erum við það ekki að færa þennan rekstur inn í rekstur sveitarfélagana. Og það þess vegna af því að það hefur aldrei verið, en við erum svona á einskismanns landi með rekstur lundar eins og hann í dag, eins og ég skynja það. Af því að þetta ekki undir sveitarfélögunum, við fellum ekki þar undir, við erum ekki sjálfseignarstofnun, við erum bara svona einhver stofnun, heilbrigðisstofnun sem hefur unnið svona í gegnum árin. En svo ef eitthvað ábjátar, hvar baklandi, hver ramminn sem við höfum og hver ábyrgðir okkar og skyldur. Og það þetta svona kannski sem ég svolítið að kalla eftir með þessum hugmyndum að þarna gefst okkur þá tækifæri á því að hafa hlutina kannski nánast óbreytta án þess að vera að færa þessa ábyrgð sem mörg sveitarfélög hafa verið að kvarta mjög sáran undan þegar þetta orðið B-hluta fyrirtæki. Að þá ber fjárhagslega ábyrgðin liggur hann alfarið á höndum þeirra sveitarfélaga sem þar standa á baki. Þarna værum við að tryggja stofnun að hún sjálfseignarstofnun, það hún sem fer með þetta. Þannig að kannski fyrir sveitarfélagi væri það næst því að vera óbreytt fyrirkomulag, en samt sem áður gæfi okkur færi á því að búa til þann ramma sem stofnun að þessari stærðargráðu nauðsynlega þarf á að halda. Og það líka myndi styrkja til dæmis samskipti við sjúkratryggingar ef rekstrarformið bara liggur alveg hreint og klárt fyrir. Og það sem ég tel að sé mjög mikilvægt að menn hafi í huga að það þetta rekstrarform. En hvað, að því að Steinþór kom inn á hvað, það bara óbreytt, sveitarfélög bara borgið niður hennan yfirdrátt og komi því máli frá, eftir situr að ramminn sem ég var að tala að hann óklár. Við þurfum að setja þetta í ákveðið og bara ákveðið rekstrarform. Þetta
allt of blurrað, fyrirgefið að ég sletti, eða svona óljóst og svona, þetta svona á gráu svæði og þannig að við myndum leysa það með sjálfseignarstofnun. Þá værum við komið formið og gætum kynnt það og komið fram sem slík stofnun. Það er alveg rétt að hérna, sko, það er verið í gangi sem hérna þessi nefnd og við höfum fjármálaráðuneytis að skoða rekstur hjúkrunarheimila. Það er nú til að svara að þó svo að Gísla sé þarna einn af þessum aðilum sem sitja í þessari nefnd, að þá er hún mjög svifasein og það var bara verið að kalla eftir gögnum núna bara einhvern tíman eftir miðjan október. Þannig að við getum alveg gleymt því að þessi nefnd muni skila einhverju af sér 1. nóvember. Það er bara spurning hvenær á næsta ári hún muni skila í mínum huga. Því að sko, þeir eru svo svifaseinir sem eru þar að vinna að safna gögnum og upplýsingum. Við styrir að kalla eftir upplýsingum núna bara fyrir 2 vikum síðan, eða 3, að þá var nú eftir heilmikil vinna úr því. Þannig að því miður að þá virðist þetta vera svolítið með þessum gamla snigla dæmi þegar það kemur að svona vinnum eins og þessum. Þetta gengur hægt og mun hægar heldur en væntingar stóðu til. Og Gísli Gíslason var einmitt að benda á það að það sem er náttúrulega alvarlegt í þessu og hann er hvað reiðastur sko, út í, er það að á Vífilsstöðum er ríkið að reka sko, hjúkrunarheimili sem er ekki búið eins vel eins og mörg önnur hjúkrunarheimili vítt og breitt landið. Það er einfaldari þjónusta. En þar borga þeir mikið hærri hérna, daggjöld. Það skiptir 20%. Og með því hlýtur þá ríkið að vera hérna, í raun og vera að samþykkja að það sé allt og lítið gefið með fyrir hjúkrunarheimili vítt og breitt landið og það er hvort sem það er í Reykjavík eða annars staðar. Og það er þetta sem hann er náttúrulega að benda á og það eru nú samráðshópur eða vettvangur hjúkrunarheimila svona á landsvísu og þeir hafa nú verið, ég veit mjög öturir að vinna að ýmsum hagsmunamálum fyrir hjúkrunarheimili og verið svona samnefnari fyrir öll hjúkrunarheimili landsins til þess að kljást bæði við ráðuneytið eða sjúkratryggingar. Og hann hefur verið þar mjög gerandi en það er bara, þetta er staðan. Við sjáum það að hjúkrunarheimili sem ríkið rekur er að fá mun hærri daggjöld heldur en hinn. Hvort sem það eru sjálfseignarstofnanir eða svona eitthvað rekstrarfyrirkomulag fljótandi eins og Lundur eða sem hjúkrunarheimili sem eru bara B-hlutafélög hjá sveitarfélögum. Því þar eru allir á þessu sama grunni. Og Margrét hefur verið mjög lagt mikla vinnu núna í að endurskoða reymati á Lundi og við höfum verið að gera okkur svona vonir og væntingar það að það muni bæta og hækka hjá okkur daggjöldin. Sjúkratryggingar hefur kölluð eftir því og benta á að þetta væri nauðsynlegt að fara í þessa vinnu en svo þegar það liggur fyrir þá er engin svör. Og þetta er svolítið vandamáli sem við erum að glíma við að það gerist voðalega lítið hjá sjúkratryggingum sem greiða daggjöldin eða hvort sem það er þá vinnulag þessara nefnda sem átt að skila 1. nóvember. Þetta er allt bara í hægagangi og það er bara mjög miður og þetta hefur áhrif á allt umhverfi, bara vinnumhverfi fyrir stofnunina. Ég vona að ég sé búin að svara einhverja spurningar sem ég náði ekki að svara. Nei, bara fylgja þessi og þakka þér fyrir. Af því að þú segir sko sem er alveg rétt að sveitarstjórnirnar skipa fulltrúa í stjórnina. Ég er nú bara verið að játa það tók mér langan tíma að skilja þetta. Ég held svona nokkuð með að skilja hvernig þetta að það sem sagt sveitarfélögin að hafa ekkert með reksturinn að gera ef ég skil þetta rétt. Eða hefur þetta þannig að þetta er svona meira stjórnina svona yfir framkvæmdunum. Þannig að en með til dæmis sjálfseignarfélag er ekki alveg sömu líkur ef eitthvað myndi bregða út af að sveitarfélagin þyrftu alltaf einhvern veginn að bakka það upp líka
ef ríkið myndi síkjast þetta, ég veit að það engin annar að tjá sig, ég veit ekki annað hvað skilja allir hinn eða engin vita minna en ég, en af því að þegar maður hefur spurt út í rekstur, sveitarstjórnarfólk hefur ekkert með reksturinn að segja, þetta alveg frá ríkinu og bara fórstuðum maður sinni því og svona með þess að fundvelgerður annað frá bara starfsemi hlutar hafa skilað seint og illa til sveitarstjórnarmanna svona, þannig að við höfum svo sem lítið haft með reksturinn að segja, þetta meira þetta framkvæmda eins og bara þetta eins og svona húsnefnd svolítið kannski að það myndi það breytast eins og ef að yrði segjum bara að grípa til yfirdráttar í þessu sjálfseignarformi og það ekki viðurkennt af ríkinu, er þetta ekki alltaf sama sagan? Svo skal ég leyfa öðrum að koma af stað. Takk fyrir í bili. Valtý að bregðast við og svo er Margrét Harpa með spurningu þar eftir. Já. Valtý, þú darst yfir að mjút? Tölvan tók bara yfir. En hérna, já, sko, það myndi gjörbreytast þessar allar forsendur við það að fá skýran svona ramma eins og sjálfseignarstofnun getur gert. Þar líka þá stjórnin, hún væri það bakland, hún væri þá líka rekstralegt bakland fyrir stofnunina sem í dag ekki, af því að sko, stjórnin, þetta alveg rétt sem voru að segja, það einu samþykktin þar var þetta í upphafi, að þetta svona nokkuð skonar byggingarnefnd, húsnefnd. Við erum með þessar eignir og við erum að hugsa þær og sjá það að þær verði að fullu fjármagnaðar. Reksturinn hefur bara verið í raun og veru á höndum hjúkrunarforstjóra og þó svo að stjórnin komi til þess að reyna að vera bakland fyrir stofnunina í að sækja á ráðuneytið, en þá það oft á tíðum líka verið ekki síður það að reyna að gera upp þessar skuldir gagnvart síðustu uppbyggingum, en auðvitað sko, þessi gjöld sem við erum að fá frá sjúkratryggingum alveg bundið í reglugerðum. Það má ekkert af þessum daggjöldum má fara í til þess nýbyggingar eða nýframkvæmdir. Það ákveðin hlutur sem fer í þessa daglega viðhald húsnæðis og fer eftir bara fermetrafjölda í raun og veru og síðan á hitt að fara í starfsemina. Uppbyggingin höfð alveg sér eins og þetta hefur verið og þar aðkoma náttúrulega sveitarfélagana og samningar sem sveitarfélög gera þá við ríki varðandi uppbyggingu á hjúkrunarheimilum og náttúrulega var þessi nýbygging komin upp og mig kannski vantar töluvert af sögunni það sem gerist áður og í þessum ferli, en það sem það svo reynsla sem ég að fá út úr því að vera þó starfandi sem formaður í þessari stjórn, að ég búin að leggjast yfir öllu gögn sem ég hef komist yfir til þess að reyna að setja mig sem best inn í þetta. Og það vandamáli, sem snýr að sveitarfélagum þessar 50 milljóna yfirdráttur sem var kaup á búnaði og frágangur á lóð, sem einn eðlilegur hluti af uppbyggingakostnaði sem ríkið ætti að koma að hluta til. Og ég hef ítrekað beðið til dæmis ráðherra það að hlutast til það að koma á svona einhverjum samningarfundi, bara samningarnefnd til þess að leysa þetta mál, finna einhvern flöt til þess að leysa málin. Síðast þegar ég ræddi þetta við hana á fundi í Reykjavík að þá tók hún okkur vel í það, en síðan hef ég ekkert heyrt. Þannig að það ekkert, þessi svörun mjög dapurleg og ég held að þó svo að sveitarfélögin bara myndi greiða upp, þá þurfum við samt sem áður breytingu á fyrirkomulagi vegna þess að það kallað eftir hreinlega, eins og hjá sjúkratryggingum. Hvert rekstrarformið? Og hvar baklandið? Og hvaða bakland höfum við þegar eitthvað reynir á? Til dæmis eins og kórónu, ef það kemur upp smitt. Það margt sem menn þurfa að hafa í huga og af því erum að leggja þessa hugmynd fram. Það til lausnar, til þess að koma rekstrinu betur fyrir og hlutinni séu skýrari. Takk fyrir þetta, Valtýr. Og Margrét Harpa, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir þetta. Nokkrar ýmsar spurningar sem að vakna. Það til dæmis eins og varðandi sjálfseignarstofnun, eitthvað sjálfgefið að það sé hægt að taka skuldir með? Þessar skuldir eru náttúrulega, ég satt nú í stjórn Lundar á síðasta kjörtímabili og þessar skuldir eru náttúrulega tilkomnar af því að það var farið á stað með framkvæmd án þess að vera búin að fullu að fjármagnana. Þannig að sveitarfélögin í mínum huga þá bara setjum við svolítið uppi með þetta, þótt að maður segir það kannski ekki, maður kannski viðurkenni það aldrei gagnvart ríki og mér finnst sjálfsagt mál að ríkið sem húseigandi, eigandi hluta hússins, taki þátt í þessu. Eða ellegar bara með hluta. Það er ekki rétt hjá mér ennþá að ríkið á hluta í húsinu á móti sveitarfélögunum. Þannig að, en í grunninn þetta þannig, þetta fór á stað, það var farið á stað í framkvæmd og það var ekki búið að fullu að fjármagnana og við fengum, stjórnin fékk þetta svolítið bara ljóst þarna, fékk þetta svolítið bara, við vissum þetta. Spurningin já, þessi yfirdrátturinn er búin að vera allt of lengi svona hár. Er þetta ekki verið að komið upp í 60 milljónir núna? Þú talaður 50 en einhvern veginn minnir mig að í 50 fundargerð stjórnar Lundar þá hafi verið að tala að hann væri að fara að nálgast 60 milljónir, 57 eitthvað milljónir og var meðal annars fengið lán hjá byggingarsjóði til að reyna að kljúfa hann og halda áfram. Þessi stað er náttúrulega, þessi yfirdráttur er búin að vera síðan að byggingi var tekin í notkun, þannig að þetta já, það liggur við að maður hefði bara viljað óska að sveitarfélögin hefði bara tekið lán strax og gengið frá þessu kort sem að við myndum samt áfram sækja á ríkið. Því ríkið náttúrulega á að sjá þetta. Hefur eitthvað verið skoðað sem sagt, já, er hægt að taka skuldir með í sjálfseignarstofnunina og hvaða lánamöguleika og lánakjör hefur sjálfseignarstofnun? Eitt líka sem ég hef spurt áður eiginlega, ég velti fyrir mér hérna á sveitarstjórnarfundi síðast, er sveitarfélaginu rauninni stætt á að eða sveitarfélögunum, er þeim stætt á að gefa eignir sínar og eins og líka varðandi stjórnarskipan, sko, höfum við síðan eitthvað tilkalla á það að við verðum í stjórn, eða sem sagt fulltrúar sveitarfélagsins fá að vera við stjórn þarna, eða getur bara hver sem bara einhver manneskja á Akureyri situr í stjórn eða hvernig sem það einhver hagsmunaaðili. Ég veit ekki alveg hvort það er hægt að binda það í lög, í samþykktir sjálfseignarstofnunar að sveitarfélögin sem gefi eignirnar inn í þetta, að þau eigi einhverju rétt á stjórnarsetu. Ég veit það ekki. Síðan hefur eitthvað verið athugað þetta bara einmitt, að gera upp eins og ég var að tala gera bara upp þennan blessaða yfirdrátt. Af því að hann hefur náttúrulega ekkert með reksturinn per se að gera. Reksturinn er á höndum ríkisins. Og við, sko, eru aðra stofnanir hérna á Íslandi, svona hjúkrunarstofnanir, er Lundur eina dæmi sem þetta svona, að ríki sjá reksturinn og svona hálfgert bara eiland og sveitarfélögin eigi húsin. Er Lundur eina stofnun sem svona og mér finnst líka bara, já, sveitarfélögin hafa verið að tala mikið það hefur verið mikið samtala það, hvort að málefni aldraða og hjúkrunarheimila eigi að fara alfarið yfir á sveitarfélögin, en eins og staðan í dag þá þetta náttúrulega á höndum ríkisins og ríkið á að sjá þetta og eins og hefur verið þótt að Lundur reksturinn á Lundi sé að safna yfirdrætti eða eitthvað daggjöldin duga ekki fyrir rekstri, þá núllast þetta út á lokum hjá ríkinu. Þeir leggja inn auka fjármagn eða hvernig sem það á einhverjum viss ára fresti, en auðvitað hundleiðilegt að standa í rekstri og þurfa alltaf að vera með niðurskurðarhnífinn á lofti. En ég lít á að það ekki okkar mál sem sveitarfélags, því að ríkið rekur hjúkrunarheimilið. Gætu við kannski bara átt húsið og leigt það, eða bara þetta sé framlega sveitarfélags að sjá húsið sé þarna. Nógu í bili. Takk fyrir þetta. Valtýr, gjörðu svo vel. Já, sko varðandi skuldir, þetta náttúrulega eitt af því sem þarf að skoða og það það sem hugmyndin var nú ef sveitarstjórnunum hugnaðist að láta skoða það að stilla einhverju upp sem sjálfseignarstofnun, hvort það sé þá fært að því að taka með þessar skuldir
ég myndi nú telja að svo væri af því að það væri þá verið að setja þarna inn eignir og síðan þá í raun og veru skuldir sem þeim tengist inn í þann efnahagsreikning. Því að þegar þetta voru sjálfseignarstofnun þá það náttúrulega hún sem heldur áfram með áframhaldandi uppbyggingu stofnunarinnar og tekur þá bara lán fyrir því og fjármagnar það með samningum við ríkið ef það á að byggja meira. Þannig að þá væri það náttúrulega komið svolítið inn í þann farveg. Þátttaka ríkisins, það alveg rétt að sko, það sem ég hef séð út úr þessum ferli það að þetta var aldrei klára varðandi þessi búnaðarkaup og ríkið hefur bara ráðuneytið stendur bara fast á því að það þessi samningur sem gerður við annan áfanga og þá sé bara alltaf fulli uppgert. En það náttúrulega bara uppsteypan og menn gera, sko, ég ætla mönnum ekki það að skilja það ekki í ráðuneytinu að þetta standi út af. En þeir gerðu þennan samning að þetta væri fullnaðargreiðsla og það stendur í þessu samningi að það væri fullnaðargreiðsla hendi ríkisins samkvæmt þessum samningi og þar með eru þeir að fría sig þeir ábyrgð að klára það sem umfram og það þurfti að gera umfram þennan annan áfanga sem allur búnaður og frágangur lóða og þess aftar. Framkvæmdasýslan, ef það hefði verið farið bara sú leið sem bara búið að teikna upp, þá hefði ríkið komið með umtalsverðan hlut af þeim kostnaði í framhaldinu. En einhverjum hluta vegna fóru bara menn þessa leið og eftir sitjum við með þennan yfirdrátt og það alveg rétt, það nokkuð sem hvílir svolítið á sveitarfélögunum, af því að það þar sem sveitarfélögin stíga inn í þessi mál, það í uppbyggingu og framkvæmdum. Reksturinn náttúrulega bara háður að þetta bara stofnun sem fær bara sín daggjöld frá sjúkratryggingum og á að reka sér með því. En það á ekkert að fara því fjármagni, það á ekkert að fara inn í þessa stofnfjárfestingu eða það sem tengist því. Það verður að halda því alveg aðgreindu. Þannig að ég myndi svona fljótt á litin telja að það ætti ekki vera neitt vandamál að flytja þessa skuld með yfir af því að það verið að færa þarna þá eignir en það bara fylgir því sá bökull að fá þessar eignir að það hvílir þarna skuld á líka. Ef sveitarfélögin væru aftur á móti tilbúin að taka bara lán fyrir því og klára það og færa þetta svo inn í sjálfseignarstofnun, ég meina það væri náttúrulega líka alveg bara frábær lausn, sko. En við erum bara að reyna að leita lausn til þess að leysa málin til framtíðar og setja ekstra fyrirkomulagið í einhverja svona skýrari farveg. Það nú kannski númer 1, 2 og 3. Varðandi síðan stjórnarmenn, það eru sjálfseignarstofnanir sem í sínum stofnsamþykktum hafa alveg tilgreint hver skipar í stjórnina. Þannig að þó svo að ef það sett inn í samþykkt og stofnskrá sjálfseignarstofnunar, þá það hún sem gildir. Þannig að þetta tel ég ekki að þannig ég búin að sjá stofnsamþykkt þar sem þetta tilgreint. Og hún hefur þá verið keyrð og kláruð og þannig að ég hef ekki ástæðu til að ætla að það ekki vera hægt að tryggja aðkomu sveitarfélagana eða sveitarstjórna að stjórn sjálfseignarstofnunar. Og það svo sem alveg það sama og þegar við vorum með sjálfseignarstofnun á skógum og víðara, og þar voru sveitarfélögin sem voru með sína fulltrúa. Þannig að það er ýmsar leiðir þar hægt að fara með alls kyns svona ráð sem halda síðan sér á stóra fundi. Það getur verið mun fjölmennari samkomur og það sem bæði hagsmunaaðilar og aðrir fleiri geta komið að og fengið alla aðkoma að öllum upplýsingum þessa sjálfseignarstofnun. Þannig ég held að það sé ekki vandamálið varðandi stjórnarsetuna og eins og ég segi, ef það er að leysa þessa 55-6 milljóna króna yfirdrátt, þá ég náttúrulega rosalega ánægður. Ég bara segi það hreint og satt. En þetta klemma sem við erum í. Við hefum þurft að vera að auka bara við yfirdráttin til þess að greiða vextina því að vextina með ekki fara ekstra fé sem við fáum frá sjúkratryggingum. Þannig að vandamálið bara alltaf að stækka og það stækkar alveg ótrúlega hratt.
Og það er þetta sem við þurfum einhvern veginn að reyna að klippa á þennan streng og koma þessu betur fyrir. Þetta er bara einn tillaga og auðvitað er það sveitarstjórnir sem ráða því hvort að þeir séu tilbúin að skoða þetta og hvað kemur út úr því og síðan taka þá aftur umræðu eftir að menn eru búin að þá kafa ofan í þetta því að eina sem við viljum bara í stjórninni við bara óskum eftir afstöðu sveitarfélaga gagnvart þeirri hugmyndastofnun verði sjálfseignarstofnun Lund. Og ein leiðin eins og hreppsnefnd Ásarefsgerð, hún samþykkti það alveg að fara í þessa vinnu og sjá þá hvað kemur út úr því. Því þá mun svara mörgum að þessum spurningum líka, sko. Hvernig við getum stillt málum upp. Og bara mjög gott að fá einmitt svona púlsa eins og frá ykkur þessar spurningar, hvað er það sem menn svona að velta fyrir sér og hafa áhyggjur af og annað þess áttar. Þetta hjálpar allt ef það verður farið í þessa vinnu til þess að reyna þá að ganga þannig frá hlutunum eða koma með þannig tillögur að það sé að leysa svona áhyggjur eða skýra þér. Takk fyrir þetta, Valtýr. Eru fleiri spurningar? Ágúst, gjörðu svo vel. Já, þetta er bara þakka Valtý fyrir hvernig hann hefur skýrt þetta út með mögulega þessar sjálfseignarstofnun. Þetta sé bara áhugaverð leið sem kemur til greina og til að koma hlutunum bara hreint fyrir Lund. Þannig að það er mjög gott. Kannski bara ef Valtýr gæti farið að þessi varðandi eignirnar rétt eins og skuldirnar. Nú eru til sem sé dæmi svona sjálfseignarstofnanir í þessum geira nokkrar landið sem eru vel þekktar og ég veit að hann hefur verið að skoða samþykktir fyrir þessar stofnanir. Hvernig er með eignir og slíkt. Ef skuldirnar fylgja þá fylgja væntanlega eignirnar líka. Eða hvað? Takk fyrir þetta, Ágúst. Valtýr, gjörðu svo vel. Já, eins og maður hefur horft á þetta, að sjálfsögðu þá væru sveitarfélögin að setja sína eign sem í þessu húsi inn í sjálfseignarstofnunina og það myndi þá búa til í raun og veru þann efnahagsreikning að eignin er þar færð inn. Hún hvort ekkert inn í efnahagsreikningi sveitarfélagana, þannig að það í sjálfu sér ekkert vandamál og við erum búin að koma rekstrar uppgjörum Lundar á mjög gott ról. Þarna KPMG hefur verið að gera undanfarin ár og við náðum að loka þessu svolítið vel í fyrra. Þannig að þetta er komið góður bragur á þetta, þannig að myndin í sjálfu sér alveg skýr. En eðlilega skil ég mjög vel kannski áhyggjur fólks sem ég kannski aðeins heyrt utan að mér að hvað ef sjálfseignarstofnun fær þessa eign ef hún bara ákveður að hætta þessari starfsemi og bara selja eignirnar. En það er alveg hægt að girða fyrir þetta í samþykktum. Þetta er bara spurningin það hvernig þessar samþykktur eru orðað til þess að tryggja það með öllum mætti að þessi aðstæða og þetta húsnæði sem sveitarfélögin hafa verið að byggja upp í samvinnu við ríkið verði til framtíðar nýtt í þjónustu við aldraða og hjúkrunar þurfandi fólk. Og þetta er bara spurning um það hvernig við stillum upp þessum stofnsamþykktum. Þannig að ég hef í sjálfu sér ekki mikla áhyggjur af því að þarna væri einhver möguleiki að einhver gæti bara komið húsnæður í eitthvað og bara setja upp hótel eða eitthvað þess aftar. Það er alfarið í höndum sveitarfélagana ef þeir fara þessa leið að stilla hlutunum þannig upp að tryggja það að þessi rekstur verði áfram í þessu húsnæði og engin annar. Og ef þessi sjálfseignarstofnun að einhverju hluta vegna vill hætta, þá verður sú sjálfseignarstofnun og koma því þannig í sambærilega rekstur áfram. Þannig að það er ekkert vandamál. Þetta er náttúrulega bara, með sjálfseignarstofnun þá bara eignin komið þar inn. Og ég myndi telja að það væri ekki vandamál að koma skuldunum þar inn líka.
þetta er starfsemi fyrir almannahagsmuni. Þannig að ég myndi gjarnan vilja láta á það reyna að skoða það að geta þá fengið lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga af því að sveitarfélagin eru væri þá stofnendur þessara sjálfseignarstofnunar og eða þá að fá lánsfé annars staðar á góðum kjörum. Það er allir möguleikar til þess að fá lánsfjármagn þegar þetta væri komið inn í svona skýrt mótað fyrirkomulag. Eins og sjálfseignarstofnun er bara önnur stofnun sem er bara með einhvern rekstrarform, með einhverja stjórn sem ber ábyrgð, þá er hægt að fá lánsfé á mikið betra, mun betri hægt heldur en að við hanga á yfirdrætti. Það er bara verstu kjör sem við getum bara verið með. Enda í sjálfu sér er sú lánafyrirgreiðsla ekki ætluð til þessara svona hluta, sko. Því að það er fyrir eitthvað lán til einhvers tíma. En auðvitað þyrfti kannski þá að semja við eins og sveitarfélögin það að hvernig þessi höfuðstóll væri greiddur niður, af því ekki má greiða hann niður með greiðslum frá sjúkratryggingum. Þannig að það gæfist þá allan olnbogarými að sækja áfram bara fast á ríkið að koma með framlag til þess að greiða sinn hluta niður að þessu stofnkostnaði, halda því starfi áfram og síðan þá að semja mismunin við sveitarfélögin að þeirra hluta. Takk fyrir þetta, Valtýr. Margrét Ýr hefur beðið orðið. Sælveriði og takk bara fyrir góðan fund og fá að koma. Mér langaði bara að kemja fram að í mörg ár áður en þessi stjórn tók við, þá var alltaf talað að Lundur væri að starfa eins og sjálfseignarstofnun og Auðun hjá KPMG, hann ráðlaði okkur að fara að koma þessu formi á mér og Drífu á sín tíma. En þegar við fórum í þessa viðbyggingu þá svona að það væri kannski gott að bíða, klára það og fara svo í þetta. Við erum að vinna í rauninni eins og mörg heimili landið með þessu formi, en okkur vantar þetta, hvað segir maður, svona samkomulag þetta. Ég get nefnt dæmi Brákarhlíð í Borgarnesi, þeir eru sjálfseignarstofnun 2018. Ég man eftir að þegar þeir voru, þetta tók náttúrulega svolítið tíma þetta ferli, þá hittum við á okkur fundi formannsstjórnar og framkvæmdastjóra, þá einmitt sagði Drífa á þeim tíma, þetta er eitthvað sem við verðum svo að fara í, og Auðun í KPMG, hann getur pottþétt hjálpað öllum að skilja þetta líka betur. Hann sagði þetta er í raun verið að koma svona skriflegum, hvað segir maður, utanumhaldi utanum reksturinn. Og þetta er þannig að daggjöldin eiga bara dög fyrir reksturinnum og það er það sem hann hefur gert lengi, eða núna í nokkur ár, og fyrir utan núna með vitlaus daggjöld þá erum við í smá basli sem við munum alveg hafa. En það er erfitt að ná að taka á svona erfiðleikum í rekstri, verandi með þennan stóra yfirdrátt, þannig að það verður mikill léttir þegar hann fer, hvenær sem hann fer og hvernig. Og já, eins og núna við erum að biðja leiðrétt daggjöld og þá segja sjúkratryggingar við okkur hverju ber ábyrgð á rekstrinum. Þeir vilja þá bara að sum heimili eru rekin af sveitarfélögum og þá taka sveitarfélögin, þá borga þau reikningana, skiljiði. Þannig að hér er ekkert svoleiðis, við höfum engan annan, þannig við verðum bara að berjast og sem að við getum alveg, en og þeir leitum þetta eftir að sé þó eitthvað form. Það eru bara, þetta er pínu loðið eins og þetta er, búið að vera of lengi þannig. Og já, þannig ég á að mjög sniðugt að horfa til Brákarhlíðar í Borgarnesi, horfa til Dalbæjar og Dalvík, það eru orðnar sjálfseignarstofnanir, og í þeim tilfellum þá koma sveitarfélögin bæði að stjórn eftir skiptingu sveitarfélaga, kvenfélög koma inn með aðallega stjórn hjá til dæmis í Brákarhlíð, en sveitarfélögin koma inn með peninga í framkvæmdir á
svona miklu viðhaldi. Þegar verið að fara í svona stóra framkvæmdir eins og við höfum verið að gera upp hérna herbergi á Lundi, að framkvæmdasjóður styrkir 60%, 40% þurfum við að standa undir sjálf og þar hafa sveitarfélögin komið að því þau hafa tekið þátt í húsnæðinu. En hér það bara reksturinn sem þarf að tækla þetta og það náttúrulega við höfum verið í miklu viðhaldi sem að það hjálpar svo sem ekki til. Ég held að ég hef svona verið komið með, varðandi skilin til nefndarinnar góðu sem Gylfi Magnússon stýrir, að ég fekk póst klukkan 16:07 í dag beðin að skila fyrir 27. nóvember, þannig að þetta greinilega allt svona pínu eftir á. En þannig að það verður bara spennandi að sjá svo hvað kemur út úr þeirri vinnu. Ég held að það sé bara sú vinna sér til þess að fá réttlætt daggjöld. Við fáum léleg daggjöld, við fáum endalausa launahækkanir, engar launabætur, þannig að þetta bara í rugli núna og þarf að lagast. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Margrét Ýr. Margrét Harpa hefur beðið orðið. Já, takk fyrir þetta. Ein spurning sem vaknaði mitt varðandi við þetta að taka skuldir yfir og fá lán. Það má ekki greiða af láni með daggjöldum. Hvernig á að afla fjár til að greiða lán? Þetta svona bara spurning sem ég velti fyrir mér. Og ég hefur verið skoðað hvort það sé hægt að gera bara sjálfseignarstofnun bara rekstur, en ég sé ekki alveg af hverju við eigum að vera að gefa húsið. Hvort við erum hvað bættara með það? Takk. Steindóra líka með spurningu. Það var að það var að hluta til svara að forstöðumanni áðan að það komist í beini að breyta Lundi í sjálfseignarstofnun, bara veltaði fyrir mér hvort að það væri í rauninni eina formi sem væri í boði, eða hvort að því að kom ekki bara beinum að breyta rekstrarforminu og gera það koma því fastari skorður heldur þetta sérstaklega, hvort að það þykir bara að henta vel, en það kom svo sem fram í millitíðinni svar við því, þannig að hvort að einhverjir aðrir möguleikar eða hvort þetta sé bara talin langvænlegasti kosturinn ef að við að fara að breyta þessu. Það er líka tekið undir eins og Margrét sem alltaf er þessu fái eins og með húseignina, það hefur allir komið inn á það og þetta gerir það fyrir það í samningum og svona að þetta vill velja sveitarfélögin hafa það alveg 150% tryggt að þetta sé verður í þessum rekstri. Takk fyrir. Og Valtýr. Já, kannski hef ég ekki komið þessu nógu vel frá mér, Margrét Harpa, varðandi afborganir lána og þess áttar. Allavega það sem ég ætlaði mér að segja er að eitt er það að yfirtaka þessar skuldir og berjast áfram fyrir því að fá framlag frá ríkinu sem eins og vera ber varðandi þennan loka áfanga. En það sem út af stendur yrði náttúrulega vera samkomulag þá við sveitarfélögin, því þetta er stofnkostnaður. Og þannig að stofnkostnaður er alltaf spurningin það að semja við ríkið það hvernig, að hvaða leyti ætlar ríkið að koma að einhverju uppbyggingu og síðan er afgangurinn á samkomulag við sveitarfélögin. Og ef það er sjálfseignarstofnun, þá sér maður það náttúrulega fyrir sér að sjálfseignarstofnun hvort er alltaf að koma með beiðnir til sveitarfélaga. Þannig að það yrði þá að vera einhver fjárframlög samkvæmt fjárhagsáætlunum hvers sveitarfélagana í hverju tilviki. Þannig að hvort sem að það yrði þá gert með einhverju samkomulagi og samningum annars vegar ríki og hins vegar sveitarfélögin og síðan er það þá framkvæmdarhraðinn, þá getur það svo sem lent inni hjá sjálfseignarstofnun að fjármagna eða finna leiðir til fjármögnunar þangað til að þessar greiðslur eru þá komnar inn og reikningurinn er jafnaður. En það er engin önnur leið. Sjálfseignarstofnun væri ekki að leysa það að sveitarfélög þurfa að klára að borga þessar 55-6 milljónir sem er eins og yfirdráttun er núna.
sveitarfélögin og ríkið þurfa að greiða það. Sjálfseignarstofnanir mun ekki vera að borga það. Við megum ekki greiða stofnfjárfestingu með framlögum frá sjúkratryggingum. Það bara alveg hreinar línur. Það ákveðin framlög sem við höfum varðandi viðhald á húsnæði, þetta daglega viðhald, en allt það sem snýr að meiri háttar framkvæmdum eða stofnframkvæmdum, það verður að gerast með samkomulagi milli sveitarfélags og stofnunarinnar, og ef það eru nýbyggingar og annað þar sem ríkið er að koma inn í, þá var það líka samkomulag það hvernig skuli standa því og að hvaða leyti ríkið komi inn í þann pakka. Fjármögnun sjálfseignarstofnunar yrði aldrei, fjármögnun frá sjúkratryggingum færi aldrei inn í þessa þætti. Það er alveg hreinar línur. Þannig að þetta form í sjálfu sér ekkert að breytast. Svo kannski eitt í viðbóti að sveitarfélagin bara eigi þessa stofnun áfram og greiði þetta upp og hvað svo. Þá kemur akkurat að þessu líka, ef það er einhverja leigugreiðslur, að það myndi náttúrulega líka svo sem í sjálfu sér svolítið þyngja rekstur stofnunarinnar. Og ég er ekki viss um það að þessar reiknireglur sjúkratrygginga sé að vinna í því. Það held ég nú þessar sjálfseignarstofnanir, það er eigið þetta, hafi fjármagn frá sveitarfélögum til meiri háttar viðhalds, framlag frá ríki og sveitarfélagi til nýrar uppbyggingar, en allt þetta daglega og rekstur stofnunarinnar, það kemur frá sjúkratryggingum. Þetta er bara þessar leikreglur sem eru í reglugerðinni. Ég vona að þetta hafi verið skiljanlegt hjá mér núna. Takk Valtýr. Fleiri spurningar til stjórnarmanna eða forstöðumanns? Margrét Harpa? Já, takk fyrir. Ég hef svo sem ekki fleiri held í spurningar svona í fljótu, nema bara ef að það yrði ákveðið að skoða þessa vinnu, hefur stjórn eitthvað séð fyrir sig hver gerir hana og hvaða styrka myndi kosta og hver greiðir kostnaðinn? Við vorum svo sem ekki búin að velta mikið fyrir okkur svo sem kostnaðinni varðandi að fara í þessa vinnu, en ég held að það sé nú alveg ljóst að við myndum náttúrulega biðla til sveitarfélagana það að standa straum af þessum kostnaði við að stilla þessu upp og þá vinnu. Lundur er nú svo sem ekki aflögufær og hann er í sjálfu sér ekki kannski í sjálfu sér þessi aðili. Þarna eru við svona biðla til sveitarfélagana að hvort þessi tilbúin að fara í þessa vinnu. Og sjálfsögðu sæði maður fyrir sig kannski fulltrúa eðlilega úr báðum sveitarstjórnum og það náttúrulega bara skapa einhvern vinnuhóp til þess að fara í þetta og fá þá þjónust eins og hjá KPMG og hjá Auðunni sem þekkir reksturinn og hefur verið endurskoðandi hjá Lundi síðustu ár. Þannig að þetta er bara einhver vinna sem að sjálfsögðu held ég að myndi vera svolítið biðla til sveitarfélagana að vera baklandið í. Takk Valtýr. Steindór. Já, ég ætlaði bara að nota tækifærið að þakka Valtýr fyrir þetta greina góðu kynningu á þessu tiltekna rekstrarformi og þakka fyrir það og þetta verður tekið fyrir og rætt að greinilegt að það þarf einhvern veginn að koma þessu í fastara form og hvað það form þarf bara að fyrir af svona óháðum þar til bærum aðilum. Því ég þakka fyrir kynningu. Takk. Margrét Harpa. Já, tek undir það. Þakka fyrir kynninguna og það sem ég líka furða mig á svolítið er ég vil allavega svona kannski bara hughrista forstöðumann með það að hún á ekki að þurfa að hafa áhyggjur af yfirdrætti á byggingarsjóði. Það kemur ekkert nálægt rekstrinum
Þetta náttúrulega kom hún af viðbyggingar og var í stjórn á þeim tíma. Eða var ekki í stjórn en vann náið með stjórnarformanni og stjórn við þessa viðbyggingu. En á ekki að þurfa að hafa, þetta kemur ekkert nálægt rekstrinum, yfirdráttur og byggingarsjóði. Svo var náttúrulega líka bara fróðlegt að heyra svona kannski álit oddvita og meirihluta bara á þessu, meirihluta sveitarstjórnar Rangárþings ytra. Hvort að það séu engar spurningar sem að liggi hjá til dæmis oddvita í þessu mikla máli sem og annara sveitarstjórnarmanna. En það er kannski umræði sem við tökum á eftir. En ég þakka bara stjórninni fyrir að gefa sér tíma til að vera með okkur. Takk. Það var þetta, Haraldur. Já, takk. Já, ég bara þakka allt í fyrir mjög greinargóða upplýsingar og ég held að sé búið að spyrja allra þessar spurningar sem hægt að spyrja þetta mál. Við verðum bara að taka það áfram hérna í fyrstastundinni og koma þessu eitthvað á koppinn. Bara takk fyrir. Hjalti, gjörðu svo vel. Já, ég bara þakka fyrir, ég var svo sem búinn að fá hjá allt hjá GTS fyrir áls og þetta er búið að koma mjög mikið spurningum fram, góðum spurningum og förðum. En þetta er náttúrulega bara til kynningar og nú þurfum við bara að halda áfram þeirri vinnu að skoða þetta, hvort þetta sé mærlega kostur eða ekki. Takk. Takk fyrir þetta. Og við þakkum kærlega fyrir greinargóða kynningu og svör við ýmsum spurningum. Það komið hér fram. Nú er þetta eitthvað fyrir okkur til þess að melta og taka í framhaldinu ákvörðun. Björk, má ég aðeins, þetta er Ástabekka. Ég get ekki henda þarna út ástart Ásarhreppur, myndu þið vilja henda þessu út fyrir mig, fyrir gefinu? Já, það sko. Við komum svona. Jú, takk. Já, þetta sé þá til kynningar fyrir okkur í sveitarstjórn hér og við munum síðan að ræða þetta í framhaldi og taka ákvörðun. Ég mætti á bara svona í lokin, bara fá að nota tækifæri og þakka ykkur fyrir að veita okkur áheyrn og vilja svona heyra okkar pælingar og hugreiningar og ja, allt það sem við erum svo sem að reyna að leggja til erum við í svona að gera að bestu getu til þess að færa þetta til betri vegar og í eitthvað fastara form og það er fyrst og fremst það sem við erum náttúrulega líka að kalla eftir. Vandamáli fer ekkert frá okkur þessi fjármál, við þurfum að leysa þau en að fá skýrara og svona fastari, stífari og sterkari ramma í kringum þessa starfsemi. Og hérna allar hugmyndir sem lúta því að gera þetta betra eru góðar. Þetta er ein hugmynd eftir mikla yfirlegu og með því að skoða hvað aðra svona hjúkrunarstofnanir hafa verið að gera og hefur reynst vel. Þess vegna er þetta svona kannski okkar fyrsta svona útspil. Við teljum að þetta sé þess virði að skoða þetta í fullri alvöru. Að sjálfsögðu erum við ekki hér að tala um það að hafna eða samþykkja að fara þessa leið. Heldur erum við fyrst og fremst að tala um það að skoða þetta og stilla hlutunum upp til þess að sjá þá skýrari mynd. Og eins og ég sagði í upphafi, Ásarhreppur er allan búin að samþykkja fyrir sitt leyti, hreppsnefndin, að fara í þá vinnu og við erum bara biðla til sveitarstjórnara það að setja sig nú í gang með það að gera rekstrarformið að það sé svona skýrt afmarkað og að menn séu með sín umboð og alla hluti í lagi. Það er fyrst og fremst það. Svo vil ég bara þakka kærlega fyrir að fá að hitta ykkur á fundi. Takk kærlega fyrir.
og ykkur öllum. Þá, jú, þetta er það er ekki fleira fyrir fundi hjá okkur í dag. Við tökum þetta mál til afgreiðslu síðar. Þetta er hér til kynningar. Þetta er erindi frá Lundi. Og við lesum yfir fundagerð til samþykktar og að því loknu segi ég þessum fundi slítið. Takk fyrir.